Já, það komið helgispjall við Rauðaborðið. Að þessu sinni gestur minn Arnar Þór Jónsson, lögfræðingur, fyrrverandi dómari, núverandi varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins. Vertu velkominn. Takk fyrir. Þú ert svona svolítið maður helgarinnar, varst að fjölmiðlarnir að vitna til skrifaðina? Já, ég vann... Óþekkur Sjálfstæðismaður í dag? Já. Já, ég hef ekki fylgst með því öllu, sko. Ég var, eins og við vorum að tala á nýkoma, ég er nýkomin hérna úr svona smá helgarferð og skrifaði þessar hugleiðingar mínar svona eil í sveitinni, en já, það er svo margt sem að sækir á hugan svona í þögninu og þá verða til einhverja svona hugmyndir og eitthvað sem að finnst að maður verði að segja. En þarna varstu að gagnrýna forystuflokksins fyrir að leggja fram frumvarp sem að segir að samþykktir Evrópusambandsins skuli gilda ofar íslensku lögum ef að þau stangast á við eldri íslenska lagateksta. Er þetta rétt eftir haft? Já, svona í stórum dráttum. Já. Og ég hef núna auðvitað haft allar áhyggjur af því bara á okkar stöðu svona í lýðræðislegu tilliti og þarna finnst mér að sé að höggva sem á ætti að vera hlífa, það er að segja Sjálfstæðisflokkurinn á að vera svona lýðræðislega þenkjandi og fullveldis sinnaður flokkur. Þannig að ég hef verið að berjast við þetta svona vera að heyja svona ákveðna innri baráttu. Einn í flokknum? Ég sko alveg sjálfa mig kannski, hvort ég að segja, hvað ég að segja og hvort ég að segja þetta og ég er búin að eiga samtal við fólki. Verður ekki að gera það, Arnar, því að ég hef heyrti verið að tala svona fyrir málfrelsi og tjáningafrelsi. Já. Og fylgir það þá ekki að maður verður að segja hugsun? Jú, algjörlega og maður láti í raun og vera ekki neitt leggja svona bönd á hugamanns eða tjáningu og ég vil ekki vera leiðilegur og ég er ekki markmið hjá mér að vera óvinsæll. Skemma partíð. Nei, ég vil það ekki. En sumt þarf að segja og stjórnmálaflokkar eru til fyrir fólki í landinu en ekki fyrir fólki sem er að starfa fyrir flokkin eða er í forystu fyrir þessa flokka hverju sinni. Það á engin stjórnmálaflokka og ég hef rödd eins og allir aðrir og ef það á eitthvað gott að geta komið út úr þessu þá held ég að besta leiðin sé að við fáum að segja okkur skoðun og við fylgjum ekki forystumönnum í einhverju blindni eða undirlægi hætti eða meðvirkni, heldur vörum við og segjum hvað okkur finnst að mætti betur fara. Þú heldur því fram að forystan hafi fjarlægt flokkin og notar eiginlega sömur svona Kerksni og Ögmundur Jónasson gerði. Þú leggur til að Sjálfstæðisflokkurinn sleppi sjálfstæðis og heiti bara flokkurinn, eins og fræktar og Ögmundur lagði til að vinstri hreyfingin grænt framboð, þar sem að væri hvorki vinstri grænt, heiti bara hreyfingi framboð. Já. Er þetta mein í Sjálfstæðisflokknum eða er þetta mein í bara stjórnmála elítunni, eins og við getum kallað? Já, það er góð spurning. Ég hef sagt að stjórnmála elítan, ef við notum bara það orð, það er að segja svo stétt manna sem hefur atvinnu af því að vera í stjórnmálum, hafi fjarlægst í raun og veru bara almenning í landinu og ég held að megi segja að þessi flokkar, margir hverjir, séu í rauninni þar með í stór hættu að slitna af rótinni sem þeir þó ættu að draga næringu sína frá og þá vitum við hvernig fer, ég meina þeir eru bara dæmdir til að vistna og deyja og ef að menn halda að þeir geti gert hvað sem eða farið í einhverjar aðgerðir sem að telja má vanhugsaðar, þá er það bara réttur flokksmanna og skylda almennings að vara við og gagnrýna. Gagnrýnin í rauninni bara svo, er hún ekki bara svo holl og nauðsynleg? Já, maður myndi halda að stjórnmálaflokka væru eiginlega deglur skoðanaskipta. En þær eru það ekki alveg, það eru lína frá flokks, það eru eins og svona leikskólabörn í bandi, flokkarnir svolítið. Já, og sagði nú við með kona sem er Erlendur Bergi og hefur búið hérna í nokkur ár
hún vildi nú reynda að meina að Íslendingar væru svona sennilega sko sú þjóð sem sýnir mestan undirlægja hátt gagvart valdinu og þó að veist, sjálfstæðisflokkurinn ekki hafinn yfir gagnrýni frekar en aðri flokkar og þegar ég á svona auðvitað skynja maður svolítið þetta sem þú ert að lýsa sko. Það línan lögð og góðir og traustir flokksmenn vilja bara sína það hvað þeir eru hollir fórustunni en ég er ekki viss að við gerum alltaf fólki mestan greiða með því og ég er ekki sett þetta fram að því að ég vilja vera eitthvað vondur við þetta fólk og ég er ekki sett þetta fram að því að mér er illa við að ég vilji þeim eitthvað illt, það er alls ekki þannig en ef að menn kjósa að vera eitthvað móðgæðum þá líka mega það alveg ég er orðið nógu gamall og komið með nógu svona þykkan skrápur fyrir störfum að mér finnst það bara allt í lagi sko. En þú ert ekki svo fyrsti sem að gagnrýni Sjálfstæðisflokkinn að þessu leyti ég man eftir að Styrmir sagði einhvern tímann, ég man ekki hvort hann sagði það bara þegar ég hitt hann eða hvort það var sagt ofurlega, en hann sagði það var hlakka til þess að þegar hann hætti sem ritstjóri Morgunblaðsins að fara og gefa tíma sinn starfi fyrir Sjálfstæðisflokkinn, en hann hafði komist á því að það var bara engin áhuga á því og það var eiginlega ekkert flokkstarf þarna, þannig að hann fór bara heim í Kópavoginn og hilt áfram að svona gagnrýna flokkinn svona eilítið frá hægri. Já, ég hef talað auðvitað við, ég meina pappi minn, hann er búinn að starfa í Sjálfstæðisflokknum í 60 ár og hann og auðvitað margir aðrir tala alltaf þetta sem fjöldahreyfingu og grassrótina og allt það sko en gamli góði Sjálfstæðisflokkurinn segja þessi kallar. Já, menn voru að leggja til vinnu og fjármuni og allt það og ég lít eiginlega svona á að flokk svona stjórnmálaflokkur sem hefur lifað þetta lengi sem svona margir hafa lagt svona mikla vinnu og alúð við að búa til að má líkjónum við bara stórt skip og eiginlega rándýrt faratæki þannig að sko mér er ekki sama þegar að sko mér finnst að við ættum ekki að láta það bara okkur í létturúmi liggja ef okkur finnst að þessu skip þessi vera beina því af þeirri leið sem að það á að vera á og ég og þú færum borð í skip til Vestmannaeyja og við áttuðum okkur á því eftir 3 klukkutíma að við værum að leita til Færeyja þá leitum við að vilja segja eitthvað og sem sagt Sjálfstæðisflokkurinn sko held ég eins og kannski margir aðri flokkar að breytast aldrei úr því að vera þessi fjöldahreyfing og þessi grassrótarhreyfing og verða einhverjum svona öðrum örlögum að bráð sem að þú veist, hann er að verða svolítið svona stofnun flokkarnir kannski allir ríkisvættir og hafa kannski mestan hag af því að einhvern veginn að rækta þá rót sem að snýra að fjárveitingavaldinu sem slíku þetta er ekki hollt sko, lýðræðislega. Stórglæsilegar fjöldarhreyfingar sem hafa stofnanavæðst á Íslandi, samvinnuhreyfingin var einu sinni einu öflugasta, líklega bara öflugasta fjöldarhreyfing sem hefur verið til á Íslandi. Hún endaði mjög stofnanavætt, fiskina innan. Þannig að þetta gerist. Verkalýðshreyfingin á við sama vandastriða. Kirkjan ég held að ég er eiginlega farin að hallast að því að kirkjunni sé ekki greiði gerðu með því að hafa gert hana ríkis kirkju og það myndi hleypa meiri lífi í hana eins og aðra stofnanir sem þú nefnir ef að þær þyrftu að standa á eigin fótum og raunverulega finna þann þann stað sem að þær þar sem þær eiga traustan grunn til að byggja á. Herðu, þú lentir í þessari stöðu að vera gagnrýnandi inn í musterinu. Já. Og við munum örgulega ræða þína skoðanir og afstöðu þín í stjórnmálum. En mér langar að byrja bara á Arnari. Hver er þú? Hvaða getur þú sagt mér bara frá uppvextiðinum og uppruna? Ég sagði ég sagði eins og við kona mína þegar ég var svona 25 ára og var að útskrifast úr lagadeildinni að nýbyrjaðar að vinna, ég segi við hana tvennt sem þú þarft að stoppa mig af ef mér dettur einhvern tímann í hug. Það er að fyrsta lagi ef mér dettur í hug að sækja um starf sem héraðsdómari
þá var ég aðstofamaður í héraðsdómi sem þú gerðir. sem ég síðan gerði og hitt það að þú verður að stoppa mig af ef að ég fer einhvern tímann, einhver biður maður að fara í viðtalum mín persónulegu mál en nú er hún ekki hér og þú svona varpar þessu fram og ég er kannski ég er mjög feimin við að tala sjálfa mig, gerði það aldrei og dóttir mín sagði við mig daginn, ég veit ekki þig pabbi, þú talar aldrei sjálfa þig og þannig að þetta er svona og mjög svona, ég veit ekki hvernig eigum við að tala það, segirðu? Segðu mig bara þegar þú fæddist þá fæddist inn í fjölskyldu. Já, Hvaða fjölskyldu fæddist inn í? Hvaða fjölskyldu fæddist inn í? Já, það ræður oft mest örlugum okkar sko hvar við lendum. Já, einmitt. Ég Ég veit ekki hvort að ég get bara talað þetta. Nú, er þetta sárt? Nei, ég tala aldrei þetta sko. En stundu þurfum við að tala okkur og samfélagið að þá fylgir því svolítið að við komum segjum deilið okkur. Já. Ég þekki þið ekki. Nei. Ég veit að þú ert sonur Ellert Schram en ekki kendur þann. Nei. Og þeir eru mjög líkir. Að því ég vann eins og hjá Ellert. Það var ritstjóri þegar ég var á DVF. Já. Þannig ég... Já, en ég sko, erfitt sko, þetta er svolítið, ég veit ekki, það kom mér rosalega óvart sjálfum. Daginn að það voru liðin sem sagt 50 ár frá gósin í Vestmanni. Já. Og ég sem sagt fættur í Vestmannum og móðir mín og móður systur og móður foreldrar bygguð þar. Og kom mér alveg svakalega óvart að þennan dag, 23. janúar, núna í vetur, þá ætlaði ég að fara að segja börnunum mínum frá þessu. Og það eiginlega svona, ég gerði mig grein fyrir því að ég gat ekki sko talað þetta gos. Og af hverju er það? Sko, það var svo skrítið að þetta var tráma sko, fólkið, alveg svakalegt tráma og síðan sem barn þá elst maður upp í þessu. Hvenær fæðist þú? Ég fæðist sko í raun og veru þarna vorið 71. Þannig þú manst ekki eftir góðsum? Ég man ekki eftir þessu, en þess vegna kom þetta svo mér á óvart. En þú manst eftir sko þínu fólki í tráma eftir gósið? Já, að sko það er svo skrítið fyrir að þetta tráma er undirliggjandi en það talar enginn það. Nei. Og allir vestmannegar sem þú talar við í raun og veru sem að lifðu þessa nótt og það sem fylgdi á eftir eiginlega tala ekki þetta. Nei. Og það var ekki til siðs? Nei, það var einhvern veginn ekki til siðs og enginn var að barma sér að kvarta en eitt svona, en þetta var í raun og veru, þegar ég hugsaði þetta tilbaka að þá í rauninni sleit þetta sko allar rætur hjá þessu fólki og þar kannski hjá mér líka og amma mín og afi sem sagt flutt upp á land og 3 ára síðar skilja þau og amma er einn eftir upp í Viðlagasjóskverfinu upp í Breiðholti og þetta var náttúrulega líka vafalaust rosalega sko líka erfitt að því að þá eru sko yngsta móðursystir mín allt í hennu komið bara upp í fellin sko úr einhverju vendu umhverfi í fellunum í eyjum og komið upp í sko fellin með kannski einhverjum mestu villingum landsins og Ég var að koma upp í fellin á þessu tíma. Já. Ég held að ég var í 12 ára, það voru 73, 74 og þá var ég í bekk í fellaskólanum því ég hafði verið í Vogaskóla. Já. Þá var ég í 8. bekknum í mínum margangi, það voru komin 7. Í þeim bekk voru þau sem hefðu sótt degi og seint. Það var heil bekkur. Þannig að bara ég er að vera hvað fellin voru að þenjast þarna út. Þetta er eiginlega á hápunkti sko
svona, hvað við segja, félagslegar upplausnar sem að fellin eru takk fyrir sem út að lýsa. Einmitt. Þetta var stór undarlegu tími, sko, og við fengum kennaranna sem áttu ekki að ráða. Sem áttu ekki að ráða? Sem áttu ekki að ráða, sko, þegar var búið að ráða í alla stöður, þannig að svo var að fara að leita bara eitthvað sem sóttum sem að ráða. Einmitt. Nei, þannig að, þú veist, maður skynjaði þú veist, þetta rótleysi, þennan harm einhvern veginn, þess að eftirsjá eftir lífin í Vestmannaeyjum. Sem í minningunni verður betra alltaf og alltaf fallegra. Allt svo fallegt, allir stóðu svo vel saman, hjálpuðu stað, allir voru svo góði vinir og maður læri að þekkja þetta fólk, sko, Vestmannaeyingana líka og og síðan bara svo skrítið, hugsaður, ég man ekkit eftir, sko, gosinu, en þegar ég ætlaði að fara að tala um þetta, þegar 50 ára liðin, þá bara það þyrmdi gjörsamlega yfir mig. Þannig þetta harmur í þinni fjölskyldusögu, gosið. Já, þó hann hafi aldrei í rauninni verið, sko, orðaður, hvorki fyrr né síðar. Þetta er svo paradísar missir. Í raun og veru, já. Þannig að það var svona, þú veist... En virkaði þá þannig að þið vestmanningarnir sem áttu týnda fagra veröld og eruð inni upp á landi, eruð þið þá í svona, ég segi ekki óvinnarlandi, en einhverju svona ekki góðu samfélagi, ekki ykkar samfélagi. Já, og maður skynja að þetta fólk reynda að standa saman svolítið. Já. Og það hefur svolítið verið talað um það svona í seinni tíð að það var ekki alltaf tekið vel á móti þeim og þeim fannstu vera svona svolítið utanveltu og sjálfsvirðingin örugglega orðin fyrir svona ákveðnu höggi af því að þetta var allt fólk sem vildi vinna og var duglegt og allir á fullu að bjarga sér, sko. Þannig að þetta bara kom mér óvart og ég fór fyrir nokkrum ár síðan í sálgæslunum í HÍ og svo fyndið, sko, frábæri kennarar og meðal hans Vigfús Bjarni Albertsson og þá mikið var að tala um svona tráma og ég var alltaf, sko, ég fór aldrei almennilega inn í þetta en ég skynjaði að þetta var svo eitthvað sem ég vildi ekki fara inn í, sko, ég var alltaf að hanga í þessari umræðu svona teoretist, svona fræðilega en að því að ég vissi að fara inn í þetta og þeir sögðu, sko, að tráma er 3 kynslóða mál þannig að, en svona að finna það svona eigin skinni hvað þetta svona situr í manni, komir alveg ótrúlega á óvart. Þannig að þetta er svona einn þáttur sem að síðan er svona eitthvað úrvinnslu mál. Ég er áttam á því núna orðin rúmlega 50 ára, þetta er bara eitthvað sem ég þarf raunverulega sannlega bara að vinna úr. Og og tráma er ekki einn atburður heldur, tráma er ástand sem að varir lengi. Já, einmitt, og þetta er svona fjölþætt, sko, og afi minn var sem sagt frægur maður í Vestmannaeyjum og hét Þórður Sigfús Þórðarson rakari í Vestmannaeyjum og er svona góðsagna kendur persónuleiki að sumu leyti í Vestmannaeyjum og margir eldri Vestmannaeyingar minnast hans og ýmis svona uppátæki og hann var humoristi og hann var léttur en hann var líka áttið þetta til að hann var svona túramaður og hann gat tekið það upp á því að detti í það og vera kannski bara á túr í 2-3 vikur, sko, og fara upp á land og kaupa flugvél eða bíl og kaupa rándýra myndavélar og báta og það var allt í gangi, sko. Þannig að en skemmtilegu maður en síðan partur á þessu tráma er að hann fer, sko, hann bara reyna skilur við, í rauninni ekki bara ömmu mína, heldur bara alla fjölskylduna. Þarna þegar ég er 6 ára. Og fer hvert? Og þá tekur hann saman við ágæta konu sem að bara þau fluttu út á land til Eyrarbakka og þau áttu barn sem að það er frænka mín Kristín Þórðardóttir sýslumaður á Suðurlandi, glæsileg ung kona. Þannig að þá svona sámaði, hann svona hvarf dálítið mikið út úr mínu lífi, sko. Og ég hef vissulega hitt hann svona, síðar, sko, en það var algjört bara slit bara í svona 10 ár, bara, það var ekki talað við hann, sko. Og þetta má rekja allt til gossins og að þurfa að flyttast. Þessa umróts og los sem bara fjölskyldan stenst það ekki eða þolir það ekki. Já,
það fer allt bara á floti einhvern veginn. Já. En fór þitt fólk ekki tilbaka? Nei, fór ekki tilbaka sko og var talað það? Nei, það var aldrei talað það. Heldur það sé hugsað þá sem að voru í Vestmannaeyjum að annars vegar þeir sem að fóru tilbaka og byggðu aftur upp bæinn og þeir sem ekki komu? Skiptir það máli? Það getur verið sko. Ég hef aldrei samt skynjað einhverja svona ég hef ekki skynjað neina biturð sko þeirra sem að fóru aftur til að byggja upp í garð þeirra sem að fóru sko. Ég held að fólk hafi skilning á því að þetta var náttúrulega bara það var svo margt sem breyttist líka sko. En amma amma þín Það segir eitt á meðan að þú ert að hugsa hvað þú að segja mér frá ömmuðinni af því að það var náttúrulega lítið rætt þetta á sínu tíma Vestmannagósið og við þekkjum þetta líka frá síðari tímum eins og snjóflóð á Neskaupstað. Það hefur verið mjög áhrifamikla frásagnir af því þar sem fólk að segja frá afleiðingu þess að það var ekki rætt þessi mál. Svo þegar við kannski komið nær okkur tíma þá meira unnið úr svona áföllum í svona bæjarfélögum. En ég man eftir, það er ein rannsókn á fólki, félagsleg rannsókn á fólki í Vestmannaeyjum sem að tengdist risastóri erlendri rannsókn sem að Nóbelsson hafi stóð að meðal annars þegar koma svona áföll á staði og þá er verið að rannsaka þá sem að voru áfram og þá sem að fóru og niðurstaðan í öllum þessum rannsóknum er svo að þeir sem að fara okkur svona hörmungasvæðum geta verið svæðið sem er bara geta verið hungursnöðar, geta verið alls konar áföll, geta verið stríð og eitthvað flera og þá er það svona það bil 85% sem að verða áfram með 15% fara og rannsóknir sína það að þeir sem að fara þeim vegnar betur og alla mælikvarða sem við höfum þeim vegnar betur efnaðslega börnið er að verða meira menntuð þeir eiga meiri eignir og allt slíkt og ráðgátan er svo að því að það vitit allir í sjálfur sér ef þú myndir spurja þá sem að verða eftir að þá kæmi það sama út að þau vissut alveg og þá þetta var sko frásögnin er eiginlega það að ráðgátan er það hvaða verðmæti eru það sem að fólk er áfram sem að yfirgefur ekki því að ef það eru efnaðslegur ávinningur á því að fara hærri menntun barnanna þinna og eitthvað svoleiðis og við vitum þetta svona meira og minna að þá ætti spurningin að vera hvaða verðmæti eru það sem við sækjumst eftir með því að vera áfram Já. Og með þetta í hug þegar þú ert að segja frá þessu því það er augljóst hvaða gríðarlegu verðmæti það voru þínu fólki sem var samfélagi sem að varðanna þó svo að þau hafi ekki ratað aftur Skilu hvað er að meina? Algjörlega og þetta er nú svona mál sem er hægt að ræða líka sko það er að segja þessi tveir hópar sko, það er að segja sko fólki sem að getur hugsað að vera hvar sem er og vinna hvar sem er en síðan þeir sem að vilja bara vera í einhverjum heimahögum og eiga sér rætur og allt það sko. Svona sækja þá í eitthvað samfélag sem mikið talað það sko svona sérstaklega á þessum tímum þar sem að allt er svo markaðsdrifið og bara peningarnir eiga að stýra okkar lífi og Þú kannast umræðinu í kvótakerfinu þar sem að kvótin er bara tekin frá þingari og þá er talað að fólk getur bara flutt suður eins og það sé núll verðmæti í samfélaginu á þingari sko. Þannig að við getum orðið svona ansi miskunnlaus í nútímanum sko. Já, algjörlega En hvað sér alltaf að segja? Nei, ég ætla bara að segja ég átta mig á því að ég get ekki ég á mjög erfitt með þetta en sko, amma mín var hárgreiðslukona í Vestmannaeyjum og bara dugleg og stóð með mér Mættu alveg upp á ömmunni? Ég er bara eins og ykkur kjúklingur ég get ekki Það er bara eins og þín æska sé bara jarðsprengjusvæði Þetta er bara ég ræði ekki við þetta Já, svona að hluta til, já mikið hjá henni
En þú virkar á mig eins og þú kemur einhver leiti svona beglaður út reskunni. Ekki alveg með svona skýra og sterka sjálfsmynd. Þú kemur ekki svona, hvað við segja, vel nestaður tilfinningalega. Hvað séu vel? Ekki vel nestaður tilfinningalega. Nei, sennilega ekki, sko. Og en þetta ekki eitthvað sem að maður svona, sem að ég mikið að velta mér upp úr, sko. Og og hef svona kosið að Ég held reyndar að ég ætla að leiðrétta þig núna, Arnar, ég ætla að fá að leiðrétta þig. Ég heldur sér mikið að velta þessu fyrir þér. Þú heldur þessi ekki farið í sálgæslu í háskólanum nema út af þessu. Já, einmitt. Nema sko, ég kannski nýtti mér það ekki nógu vel eins og ég segi, því að ég kaus að vera sko fræðimaður í því, sko, en ekki einhvern veginn sko fara nægilega vel inn í þetta. En jú, ég held að sé alveg, auðvitað er það rétt hjá þau, Gunnar Smári, að maður fer út úr sko, auðvitað þetta sko upprunin og æskan og allt þetta sko mótar mann, svo sko bæði meðvitað og ómeðvitað. Maður losnar aldrei við litla drengin, sko, maður druslast með hann alla sína efi. Já, maður druslast með hann. Maður verður að hafa eitthvað frið með honum og ekki getur maður að skilja hann eftir afskiptalausan. Já, en svo ekki getur maður heldur látið hann stjórna sér, sko. Maður getur ekki gert það, sko, og ég man alveg að svona sem barna þá var ég farin að tala alveg sko við sjálfa mig, bara þú veist ég ætlaði að taka ábyrgð einhvern veginn og vera svona, hafði svona ákveðnar hugmyndur það svona hvernig ég ætlaði að lifa lífinu og allt það, sko, og þú veist það má ekki skilja þetta þannig að ég hafi átti eitthvað erfiða æsku, ég myndi aldrei segja það, sko, ég sem sagt þetta var þannig að þegar við komum frá Vestmannaeyjum að þá tekur sem sagt Jón Guðmundsson á móti okkur frá, hann bara komin hann til Þorlákshafnar og þá mamma byrjað að hitta hann og hann síðan ættleiddi mig þegar ég orðinn sko 6 ára gamall og bara hefur reynst mér mjög traustur bandamaður í lífinu, sko, og svona, hann svona sjálfstæðis maður af gamla skólanum og við gætum sagt að hann sé svona ef þú getur ímyndað svona gamaldags sjálfstæðismann úr íhaldsarmi þess flokks, þá það hann. Þú veist, maður slökkti ekki á þjóðsögnum þegar það var að spila hann á sunnudagskvöldi og gekk vel allt og axlaði ábyrgð og var skyldurækin og allt þetta, sko, þetta hefur hann kennt mér og svona og verið svona þetta þessi típa, sko, sem að vil bera aðra, sko, en ekki vera baggi á öðru fólki og þannig að sko þetta var þú veist þessi kapli í mínu lífi, sko, eftir að við mamma tekur saman með Jón og þau giftast og þetta er ekki trámaði, sko, í mínu lífi, alls ekki, sko, og Heldur það eitthvað sem hefur gerst áður, sem eitthvað ógjert? Já, ég vil í raun og veru, bara ég átta mig á því eins og segi, á 50 ára góslókaafmælinu og ég átta mig á því í þessu samtal okkar að það eitthvað þarna sem tengist, sko, einhvern veginn meira kannski Vestmannaeyjum og þessu sem að var ekki, sko. Og 6 ára þegar að Jón ættleiði þig, þá ertu náttúrulega orðinn gamall, það er til þáttaröð sem heitir 7 ára, sem fylgir fólki alltaf á 7 ára fresti, bresk þáttaröð, ég held að fólki sé að nálgast 70 núna. Í fyrsta þættinu sem að tekinu uppbyggt í mann á 7. áratugnum, að þá var ástæðan fyrir þau tóku 7 ára börn og vildu fara að átta sig á svona bara viðhorfðu þeirra og afstöðu og þá var frasi sem fylgir því, gefðu mér 7 ára barn og ég skal segja hvað verður úr því. Og þá var hugmyndin svo að þeir eru 7 ára þá erum við eiginlega að stæðstu leyti mótuð. Merkilegt. Nú tala ég við þig Gunnar Smári eins og þú sért bara sálgætiri minn og þó ég viti að þú hugsaðlega ætlar að útvarpa þessu með einhverjum hætti. Það allt í lagi, ég get alveg gert það. Og þú sért, við séum ekki endilega á sama bát í pólitíkinni, þá skynja ég, við erum menn og ég skynja það að þú ert alveg heill maður, sko, ég get alveg talað við þig. Að sko að því hún nefnir þetta, ég man að þegar ég 6 ára, mamma fyrir að tala þetta við mig, að það ég fara að ættleiða mig
og að fara eitthvað eins og köttur í kringum heitan graut sko, í kringum þetta, að þá, ég oft hugsaði, þá ég 6 ára og ég skildi ekki á hverju hún gæti ekki bara tala við mig eins og ég fullorðinn maður. Af því að ég man það að mér fannst ég bara hafa alla burði til að geta skilið þetta og rætt þetta eins og fullorðinn maður. Ég skildi ekki býta okkur að tala við mig eins og ég sé barn. Ég bara náði ekki. Af því að svo amma til dæmis tala alltaf við mig eins og ég fullorðinn. Fólk talaði alltaf við mig eins og ég var fullorðinn. En þarna var allt í henni farið að tala við mig eins og ég barn. Ég bara, ég hef aldrei, ég hef mjög oft hugsað það. Það þetta mörg börn sem eru þannig, þeir vilja ekki vera börn. Já. Það eitt barnabarni okkar þannig að Huginn heitir hann. Já. Hann var aldrei einhvern veginn, ég myndi ekki segja þolað að vera barn, en hann þetta hlutverk að vera svona, svona settur niður, hann var aldrei líka. Nei. Hann vill að sé tala við sig og að sé aktað eins og hann sé bara manneskja svo hinir. Já. Þú veist, þannig að aldrei, erst þú ekki svolítið þannig að þú hefur alltaf verið? Jú, ég þoldi ekki að vera unglingur. Það var leiðilegasta æviskeið að vera unglingur, sko. Ég bara átti maður að vera í einhverju hlutverki og að samsama sig með einhverju tísku og vera eins og hinnir og einhvern veginn og ég var samt ekki orðin fullorðinn og ég hataði að vera unglingur. Herðu, förum við á unglingsárin. Það stundum við að vera svona komandi manns, það er svona 16 ára. Hvaða ári er það þegar þú ert 16 að fara í menntaskóla? Já, þá ég fór til Englands, var næst í heilt sumar í Englandi í málaskóla, það var mjög þroskandi. Ég farið í gegnum nokkur svona tímabil í nokkur svona skóla í lífinu sem hafa svona eftir á hyggja að móta mig mjög mikið. Þannig að það var eitt. Og síðan fór ég bara í skóla eins og aðrir krakkar og var það búin að vera í sveit og það var líka mjög þroskandi og síðan fór ég, þegar ég var 17 ára, fór ég sem skiptinemi til Bandaríkjanna og það hefði líka alveg ótrúlega lífsmótandi áhrif, vil ég meina. Og hvert til Bandaríkjanna? Já, ég fór til Denver í Colorado og ég var fyrst settur í skóla þar sem að heitir Columbine og var síðar frægur eiginlega að endemum bara það var hræðileg skotárás í Columbine og þannig að ég var þar í nokkra daga en fólki svona sem að ég bjóð þarna hjá fannst að þetta hentaði ekki svona svona manni úr svona fámenninu á Íslandi sko. Það sem að fólk var að sniffa kókaín í gegnum dollarasela og eitthvað svona rugl sko. Í kantínunni? Já, svona inn á klósetti sko. Þannig að ég var tekin og settur í lútherskan engaskóla og það var mjög, ég fattaði ekki fyrir mörgum áru seinna hvað þetta hafði haft mikil áhrif á mig. Við lásum sko Shakespeare, nokkur leikrit eftir Shakespeare og við lásum Bjólfskviðu sem var mjög merkilegt að því að það var svo margt í því fornenskunni sem að ég skildi og við lásum kommunistávarpið og bara alveg ræddum það og Það er svolítið skrítið að hlæja því en ekki að Bjólfskviðu. Já, nákvæmlega. Þeir þykir kommunistávarpið fornara. Og við lásum mikið pólitíska svona réttarsögu Bandaríkjanna frelsistríðið og hugmyndir þeirra sem að stofnuðu Bandaríkin. Það var mjög merkilegu lesning sko og ég búið svolítið að því. Ég held að mínar hugmyndir sko sem ég svona skrifa mikið í bara í öllu það sem ég er að gera það eru sóttar þangað. Þú ert Kristinn Íhaldsmaður frá Bandaríkjunum. Já, ætlum ekki að segja það. Því að svo vorum við líka náttúrulega að stúdera Biblíuna. Við vorum í það sem ég hétt sko Bible Study sko 2 svar í viku. Þannig ég hafði líka bara mikið gagnað því og margt sem að bara var svo frábært í því sko. Ég átt frábæra konu, ég kynntist henni þegar ég var 19 ára. Og hún heitir Hrafnhildur Sigurðardóttir og eitt af því sem ég lærði sko, í Bible Study í Bandaríkjunum, þá sögðu sko krakkar,
í góðu hjónabandi þá þetta ekki þannig að þið mætist á miðri leið. Það ekki nóg sko. Þetta þarf að vera sko, það þarf að vera overlap sko. Þannig að þú ferð eins langt og getur til móts við makaðinn og hún vonandi til móts við þig. Af því þá eigið þið sko 50% saman og þá eru þið með eitthvað til að byggja á. Svona hlutir sko sem ég tók með mér og hefur notað í lífinu. Alveg bara ótrúlega. Kennarar, samtöl sem ég átti við fólk, frábært fólk sem ég kynntist og góði bandaríkjamenn, svona hjálpsamir, alveg það bara, ég kynntist svona mörgu því besta sem bandaríkjinn hafa upp á að bjóða og þess vegna verð ég ennþann dag í dag svona hrekkjótt við þegar ég heyri fólk segja hvað bandaríkjinn séu heimskir og fordómafullir og ömulegir og vittlausir og allt þetta sko, því að þessi heimur sem að ég kynntist þarna var allt öðruvísi sko, hjálpseminn og náungakærleikurinn og allt, þetta fólk vildi allt fyrir mann gera sko, þetta var ótrúlega merkileg reynsla sem ég búið að. Það mjög ríkt í Bandaríkjunum, svona samfélagslega ábyrgð, mikið til byggð í kringum líka svona söfnuði, ef fólk í öflugum söfnuðum, þá getur það verið mjög sterkt. En svo getur kannski stærri heildirnar í Bandaríkjunum geta verið alveg ótrúlega heimskar. Ég held að ég mitt að komin inn í svona stórborgir eða þá, eins og Laxness sagði það ekki, að þar getur maður hvergi meira einmana heldur en einhverju slíku umhverfi sem enginn þekki mann og öllum einhvern veginn sama sko. En þetta svona hverfa samfélag og þetta small town samfélag í Bandaríkjunum að mörgu leyti bara svo að veitir manni svona ákveðna von bara, við getum hjálpa hvert áður og komst þetta fór ég á Facebook síðan með hérna og var þetta mynd svona til að geta notað hengja á þáttinn og þá sá ég fjölskyldumynd og hvað þetta 5 börn þeir eru svolítið eins og Kristin Íhaldsson bandarísk fjölskylda það ekki margir sem eru með 5 börn kornum fólk þetta bara gengið ótrúlega vel sko við Hrafnhildur þetta var nú ekki einhver svona meðvitu stórkostlega ákvörðun að hlaða niður börnum en þau voru bara, þessi krakkar eru bara hvert öðru skemmtilegra og betra og þetta gekk vel, hann að við bætum alltaf við og engin ástæð til að hætta og við hefum 5 börn sko og þau eru núna elsti sennilega 26 ár gamall, hann fættist í Vínaborg þar sem að ég var í lagnámi og kona mín var í söngnámi og vorum þar í 1 ár og hann fættist þar og hérna eigum við eitt sem klára BS í verkfræði, 22 og dóttir okkar að vera stúdent í vor og hún þá 19 að verða og svo eigum við eitt sem að klára gagfræðaskólan og þá á 16 ári og síðan eigum við eina sem 10 ára. Þannig að sem svo spiltustafum auðvitað aldraða foreldra sem eru eftirlátssöm og líka eldri í systkinum heldur betur sko, en mér finnst það mjög fyndið og nefnir þetta, það væri þetta búið til alveg svakalega örugglega stereotípu mig sem svona einmitt Kristinn íhaldsmann alin upp í Bandaríkjunum sem að tileinka sér þann lífsmáta. Þú ert Kristinn? Ég það sko. Og það frá upprunum með Vestmanninga voru náttúrulega mjög trúaðir? Já, mjög trúaðir og maður alin upp mikið í þessu sko, bara ekkit í einhverjum, við fórum ekki til dæmis mikið í kirkju eða neitt svona en maður átti bara svona fallega stundir á kvöldin og signað áður fórst í öllabólinn algjörlega, það var akkurat þannig sko. Og síðan auðvitað bara svona með þegar maður verður sko unglingur þá varpar maður þessu frá sér og telur sér vita allt og ekki þurfa á einhvern veginn eina að halda og síðan verð ég fyrir því að móðir minn sko, hún sem sagt lést þegar ég tvítugur og þá stóð maður svolítið frammi fyrir því sko að ég er ekkit svona þú veist, ég er ekkit þessi játtkall sem að bara get tekið öllu og farið einhvern veginn alltaf á hnefann sko. Þannig að sko það voru svona ákveðin svona fræ líka síðan þessi Bandaríkjadvöl vissulega og síðan
vil ég nú ekki sleppa því þó að þetta sé nú hvað heitir þetta, ég sé höfuðstöðum sósíalistaflokksins að ég sem sagt átti því láni að fagna að ég gekk í frímúrregluna fyrir ég gekk þar eins sem sagt 2008 eða 2009 og það hefur styrt mig mjög mikið í sem sagt minni trú sko, minni kristnu trú. Og gerðu það að því að þú ert að leita einhverjum svörum í frímúrregluna? Já, ég gerði það. Eða ertu bara að leita tengslum til þess að koma þér áfram í samfélaginu? Því að þetta Já, ég meina það er kannski... Þetta er tvö andlit þessi regla, hún er tvö andlit. Annars verður þetta tengsl kalla Já, ég kannski... Það er svona einmitt kannski stereotypiska myndin en svo er mannrækt þarna. Svo er þetta mannrækt og ég fór inn eins og margir og vonandi flestir á þeim forsendum að ég vildi svona takast á við sjálf á mig af því að þetta er skóli, þetta er svona bara eins og að ganga í skóla og þannig að það hefur verið mjög lærdómsríkt ferli sko og skemmtilegt og þroskandi og styrkjandi. Þannig að þetta er nú svona þessi trúalegi sko bakgrunnur fyrir utan náttúrulega allt það sem að dynur á manni á lífsins leið sko og Sjálfstæðisflokkurinn, hann hefur verið sumir líta á hann að vera vörður fyrir kristna trú og kristin gildi, getur verið sagt. Það hefur svolítið verið að ýta þessu út, stundum koma tillögur þetta á landsfundum og síðar árin hefur þessu verið ýtt út eins og menn viljið þetta ekki. Nei, menn eru feimnir við þetta og auðvitað í þessu samfélagi nútíma sko þá menn trúmál eru feimnismál, það er svo skrítið á meðan til dæmis kynferðismál eru það alls ekki. Það er bara orðið eitthvað sem að fólk á bara að ræða bara á þess að blikna eða blána sko en trúmál hafa verið gerð að feimnismáli og það á sér ýmsar sjálfsagt skýringar og vafalaust eru trúabröðin sjálf ekki saklaus af því að hafa vakið upp hjá fólki alls konar andstöðu og mótþróa við kennivald og allt það sko og moraliseringu og allt það en það er í trúabröðunum og er ákveðin svona skýr og tær kjarni sem að við megum ekki henda út sko þó að við viljum hugsanlega ekki sitja undir einhverjum siðapredíkunum. Vandamálið okkar í dag er að við fáum kannski siðapredíkanir okkar sko annars staðar frá og ekkit endilega frá fólki sem stendur á sjálft á mjög traustum grunni og það er líka þannig að við getum ekki lifa án trúar maðurinn ef hann reynir að varpa Guði frá sér þá tekur hann upp eitthvað annað sko. Mann finnst það stundum bara að maður er bara út í stórmarkað og sér hilluna með fæðubótaefnunum að þannig sé altari sem er að selja okkur eilíft líf. Já, ég var að vitna til þess að sko að Aristóteles hann sagði að sko gott líf er byggt á dygðum, það er að segja og meðal annars á hugrekki og visku og réttlæti og hófsemi en að líf sem að sko svona huglaust líf þar sem við erum alltaf að flýja hættu eða reyna að rækta þetta musteri sko og forðast hann með dauðan Aristóteles gaf lítið fyrir það og Roger Scruton sem er nútíma heimspekingu sagði að sko að það væri til lítils að rækta sko þetta umslag sem líkaminn er sko og líkamleg heilsa skiptir miklu minna máli heldur en sko siðræn og andleg heilsa. Menn eftir að fara kannski í svona andlega rækt, taka nokkuð svona andleg push-up, æfa siðferði styrksinn. Og þetta samtal okkar, Gunnar Smári, hefur við opnað augum í fyrir því að ég á ennþá töluvert sko verk óunnið í minni rækt sko þessi snýra kannski því sem sko býr sko hið innra og ég hef kannski ekki farið alveg nógu djúpt sko, bara horfa á þetta, tala þetta og svona, já. En ég er að reyna að skilja hægri manninn, Arnar Þór, og þannig er komið svona kristilegu demokrati, íhaldsmaður. Já. Síðan gengur inn í sjálfstæðisflokk fóstraðins eða pappaðins, kallar hann pappaðin? Já. Nú kallar hann pappa. Já. En hvað er það svona,
þetta eitthvað svona hugsjónir, sko, svona, myndur þú segja, kannski á menntaskóla árunum eða tókstu þátt í pólitísku starfi þá? Nei, ég get ekki beint sagt það, sko. Og hafði aldrei hugsað mér að fara út í neitt sem að tengdist pólitík, sko. Ertu ekki svona félagskall svona? Ég var það ekki, en ég kannski var það núna svona á seinni árum. Að ég er mjög mikill svona, mér líður mjög vel bara einum. Ég geti verið einhver, ef ég til dæmis bara lent á Eyðey, skipbrotsmaður á Eyðey, það verður bara ekkert vandamál. Og ef ég er í gæsluvarðhaldsfangi, bara, það er ekkert vandamál. En ég... Það gæti læðst að þér, ég má skjóta inn, sko, ég gerði eina tilraun af þessu. Já. Ég sat af mér dóm, 10 ára dóm, eða sat af mér sekt fyrir ég held að við verið út af þessum meiðurðamálum sem alltaf verið að dæma okkur í í Kanada blaðamenni, þannig ég ákvaði að setja af mér. Bara okkur þrákelkni að ég vildi ekki borga sektina og líka forvitni. Já. Þetta hafði alveg ótrúlega árið á mig. Ég geti ekki lýst þessu, sko. Ég fannst bara á öðrum degi ég vera eins og stóllinn sem ég var að horfa á. Það bara, svona vitund manns verður bara svo, að maður þarf eitthvað áreiti, sko. Maður þarf áreiti? Já, ég geti sagt eins og þú. Ég geti alveg verið bara endalaust, mér er aldrei leiðst og ég geti tel mér bara búa af ríku, innra líf og allt það. En það að vera lokaður inni og hafa ekki valkostinn, þá allt í hennu bara þrengjast veggirnir að sér, sko. Þannig ég varaði við að óska eftir því að takk fyrir það. Ná góður í gæsluvarðhaldsvist. Já, þetta er svona merkilegt, sko. Ég er raun og veru, þú spyrð, sko, er þetta einhverju hugsjón? Ég vil kannski ekki sleppa því alveg að ræða þetta. Sem sagt, Jón er mikill, hann er svona íhaldsmaður. Af þeim armi. Ég síðan ég var orðin, sko, af því hún nefndir Ellert, að ég er orðin örgulega 12 ára þegar ég veit bara hver hann er, skilur, ég vissi ekkert hver pabbi minn var og ég er 6 til 12 ára bara daglega að glíma við þessa spurningu, hver er þetta? Er þetta einhver ræðilegu maður? Ég meina, var þetta ofbeldismadur sem að mamma gæti ekki búið með eða hvað, fór á ímynd sem er alls konar, sko, hluti. Það lítur að haft áhrif á því að vera við kvöldverðarborðið og bara tilheyra hálfu. Já, hálfuleiti ertu útlendingur eða utanakomandi. Já, ég var það. Ég upplifði mig, sko, sem utanakomandi, sem svona olbúabadd, sko, sem ég veit ekki hvort að menn er allir sáttir við að heyra það, sko, en þetta er upplifunum og kannski ekki óeðlilegt. Og nema síðan fæ ég að vita þetta 12 ára og þá fer ég að lesa mikið, sko, sem þessi maður er að skrifa. Ég les þessa ritstjórnapistla og allt það, sko. Ég var farin að fylgjast með, ég svona eftir á að hyggja daglega með pólitík, sko, þegar ég er orðin þetta 12 ára gamall. En Ellert ætlaði að breyta Sjálfstæðisflokknum þegar hann var yngri maður. Hann er til í ákveðinni kynslóð sem hann vildi breyta og varð svolítið undir. Já, það er náttúrulega ekki, ég er eiginlega að horfast í augum við þá staðreind að það er ekki hægt að breyta hann. Ég held að ég sé svona... Þú veist hvað varð Ellert? Það er Samfylkingunni? Já, ég hef oft við höfum átt samtölum það, sko, ég skal segja það á eftir en ég held að það mætti lýsa honum svona frjálslindum sjálfstæðismanni á þeim tíma, hann hafi tilheyrt svona frjálslindisarminum, sko. Sem ætlaði að taka Sjálfstæðisflokkinn út frá að þetta væri svona frjálslind hægri hugsjón út úr svona kolkrabba umhverfinu, hagsmuna umhverfinu. Já. En mörguleiti þá eru þeir svona að koma fyrst þannig þessi kynslóð, en síðan koma eiginlega einreiðarmennir, nýfrjálsíkjumennir inn og taka flokkinn, sko. Já. Og þannig að tónnin sem Ellert og svona, þetta er bara lítil kynslóð sem hann tilheyrir, að þeir ná eiginlega ekki að hafa mikil áhrif á flokkinn, sko. Já. Frekar kannski hvað það sem flokkurinn vill vera eða vill lítið út fyrir að vera, en maður fannst þeir svo þeir hafði aldrei haft teljandi áhrif á hann, sko. Nei. Einmitt. Þannig að þetta var áhugavert svona eftir á að hyggja hefur maður verið svona að hugsa pólitík í allan hennar tíma og 12 ára og það hefur haft, ég vil segja ég vil auðvitað ekki sleppa því að þó að hann hafi nú ekki verið þáttakandi í mínu, sko, uppeldi en eitt slíkt, þá hafði ég
þá var ég undir miklum áhrifum á þessum hugmyndum, þessum frjálslindu hugmyndum hans. Já. Sem hann stóð fyrir. Já. Segðu mér, varstu að lesa hann áður og hittir hann? Já, það góð spurning. Já. Manstu þú að hittir hann fyrst? Já, ég man það. Það er ekki margir sem hafa lent í þeirri lífsreynslu, þannig að þú verður að segja það. Hvernig er að hitta pappa sinn, hvað var stóran gamall? Ég verið svona 11-12 ára gamall. Og það var svona, já, sko, hvað var það? Var það svona, ég veit það ekki, er það hugsanlega, sko, ég bara að hugsa upphátt, sko, er þetta hugsanlega, sko, eitthvað svona traumatiserandi reynsla líka, sko, ég meina, það lítur að vera skrítið, en allavega, ég hitt hann þarna, ég orðin þetta gamall og þá er ég búin að vera að lesa vissulega það sem hann hefur skrifað og mér fannst hann svona góð fyrirmynd, flottu kall og stór glæslu maður, mikil hetja, svívirðilegt keppniskap, hann gat unni leiki fyrir KR bara með frekjunni, það var þannig. Já. Þannig að ég held og dreigið alla með sér, það var náttúrulega inn á fótboltavellinum bara, þegar maður sá að bara holdgerðist það sem hann var að hugsa og það varð. Já, þú mannst þetta í því. Já, ég þú sást þetta sjálf. Sem var lítill. Já, einmitt. Og svo man ég bara, hann náttúrulega stórglæsilegur maður. Já, algjörlega. Og ég var einmitt að segja við konuna mér, ég var að ræða þetta við hana daginn, að þetta eitthvað sem að ég get alveg talað sko, að ég var einmitt að tala með hana, ég segi svona við hana sko, ég held að ég hafi sko sem svona unglingur og barn, þá hafi ég svona sett hana okkur svona stall sko og og ég ekkert viss að það eitthvað sé ósvöldlega holdt ekkert það stendst það enginn sko. Nei, og maður fyrir einhvern samanburð og og það er ekkert jákvætt sko við það, maður þarf að ég held að sé gott að geta séð að fólk alveg á hold og blóði og breyst og misefnað og allt það sko þannig að já, ég átti síðan bara ágætt svona bara fullorðis samband við hann sko, við hittumst oft og höfum átt bara frábær samtöl í gegnum tíðina og spilum til dæmis skvass saman og fleira og nú er hann nú blessað kallinn svona orðið aldraður og veikur. Já. Og er hugurinn að fara? Já. Og það er alltaf sárt fyrir aðstandendur að sakna fólksins sem að maður er við liðina. Já. Þetta er nú samt bara, auðvitað er þetta bara partur af svona bara lífsins gangi og maður getur ekki verið eitthvað svona harmi slegin yfir því að maður sjái eldra fólk svona nálgast það alltaf að vera að hætta keppni ef maður má orða það þannig eins og Pétur Kristjánsson sagði en staðreyndin er svo náttúrulega að eins og í hans tilvilli að heimsmeistara lið til dæmis Breta eða Englendinga 66 þeir eiginlega stimpluðu sig út allir það bil á þessum aldri með Alzheimer og mjög margir með Alzheimer þannig að sko þetta er skallamaðurinn já, ég held að það getur þú segir þetta, þá bara ég held að við fáið skalladaboltan eins mikið svo velist já, en ég viðkenni það mér finnst það svolítið svona ég er eitt af því sem ég er stundum að gluggi og kvöldin er endurminningar, hvað heitir þetta? Þetta hugleiðingar Markúsar Árelíus sem var Rómarkeisari og hann segir sem sagt á einhverju stað að þetta er lítils að rækta líkamann sko því að við hefum enga tryggingu fyrir því að hausinn sko endist og það er leiðilegt ef að hausinn fer á undan líkamann þannig að ég er svona búin að að slaka svolítið á bara, þetta hjálpa mér að slaka á bara með allt sem heitir svona líkamsrækt og svona. Þú ert nú vel á þig komin. Já, ég er ágætlega vel á mig komin og hefur hugsað mjög vel mig sko en ég var að segja við svila minna því við vorum í svona helgaferðum helgina að sko þetta skiptir einhver máli hvort að ég hleyp marathón eða ekki ég er jafn dauður sko áttræður fyrir því sko og kannski betra að hafa bumbu heldur en að missa hugan
en svo hefur maður ekkert val, maður verður bara að reyna átt sig á því sko. Herðu, en ef við verðum að búa til söguna Arnar Þór með 2 pappa sem báðir tengja Sjálfstæðisflokknum, annars vegar svona maður tengdur svona flokkstarfinu býst ég við með algjört traust, aldrei að svíkja flokkinn og eitthvað svoleiðis, og svo ertu með hinn pappan sem svona uppreisnar maður innan flokksins og fer í eitthvað fætik innan flokksins og tapar. Hann var náttúrulega erfðaprins á sínum tíma og hvað varst þú mannstu eftir því þegar hann vék sæti á listanum í Reykjavík? Þá mata hann það svo að það gengi ekki að Sjálfstæðisflokkurinn byði frem í Reykjavík án þess að þar væri fulltrúar verkalýðshreyfingarinnar. Þannig hann vék sæti svo að Pétur Sigurðsson kæmist inn á þing sem að var í sjómannafélaginu. Það svo langt sem hann var í getur þú séð þetta fyrir þér í dag að Sjálfstæðisflokkur, eitthvað við Sjálfstæðisflokkur bregða svona við, það yrði að vera fulltrúar verkalýðshreyfingarinnar. Ég vona það sko, ég vona það ég er hérna eins og ég lýsti því áðan sko, ég raun og veru sprottin úr hérna sko jarðvegi svona verka mannast og svona vinnandi fólks sko, ég meina í Vestmannheim og hérna ég tengist þessari hugsun mjög sterkt sko, þannig að ég vona að einhver myndi vilja gera þetta en ég veit að ég man ekki eftir þessu en ég hef stundum hugsað þetta og mér finnst þetta að bera vott svona eitthvað svona skemmtilegt metnaðarleysi í raun og veru. Ég veit að hann var þetta mjög metnaðarfullur en svona eitthvað svona kannski sko kæruleysi eða hugmyndum að maður geti svona storkað örlögunum jafnvel og hann var náttúrulega ekki að fábreytilegu uppruna, hann var erfðaprins í veðlauður í fjölskyldu í mikilsmetinni, þannig að svoleiðis menn geta kastað frá sér tækifærum vegna þess að vita þau koma aftur eða halda það. Já, einmitt. Já, hann svona gulldrengur sko. En þetta svona, ég verið að það munur, sem ég ætla að spyrja þig, munur á Sjálfstæðisflokki Jóns og Ellerts? Hvernig þeir upplifa flokkinn? Já, það frábær spurning sko, það reyndar alveg frábær spurning sko, ég held að sko Jón hefur aldrei talað illa Sjálfstæðisflokkinn og alltaf boðin og búin og ef að ég eitthvað að gagnrýna þá bara, þú veist bara slakað á sko, þetta þú verður bara að hugsa þetta tvisvar, að þess að vildi þannig til núna þegar ég skrifaði þessa fæslu, þessa kvössu fæslu, ég vil ekki meina að þetta hafi verið tveggjafóta tækling sko, þetta var hörð tækling, ég viðkenni það. Þannig að þú glettir ekki Jón með þessu? Sko hann var í útlöndum, þannig að hann hefði ekki kost á því, ég talaði ekki við hann en hann hefði örugglega sko reynt að hafa hemil á mér. Hann svona einarður flokksmaður en Ellert hann fór í fílu við hennan flokk og svona og honum hefði verið alveg sama þótt að ég segði minn hug og hann hefði hvatt mig til að segja minn hug alveg í hreinskilni sko, og verið ekkert að draga neitt undan með það þannig að sko en ég hef hugsað þetta vegna þess að ef að má taka samlíkingu skip að þeir vissulega báðir unnu fyrir hennar flokk í mörg ár og áratugi og þetta var sko svona móðurskip íslenskra stjórnmála má segja og hafði svona skýra stefnu, hvað svo sem sé má segja alla þá sem hafa verið í forustu eða tjási fyrir hönd flokksins í gegnum árana rás og fólkið sem að við erum öll bara eins breysk og misefnað eins og við erum að sko þetta móðurskip á einhverju leið sko, þannig að mér kannski rennur blóðið til skildunar einhverju leiti ef mér finnst að það sé sko verið að hnika til og einhverju er alltaf að fara að taka stýrið eða eigna sér skip, skilur, hvað að meina? Það á þetta engin. Þetta á að vera tilheyra þeim sem að vilja
vinna við að sópa dekkið og vinna við að elda matinn og þrífa og eiga síðan þessa fundi sko og láta rödd sína heyrast. Þetta á ekki að vera svona einangra rými þarna upp í brúnni þar sem enginn talar við áhafna meðlimina. Þannig eru flokkarnir svolítið mikið í dag. Sömuleyti, þú nefndir áðan sambandi við ríkisstyrki og fleira. Það gerir það náttúrulega verkum að forysta flokksins ekki háð grasrótinni, ekki peninga en eitt. Nei. Þú bara geta rekið það sjálfur og bara tekka frá ríkinu. Já, og sko samlíkingin... Og svo selja þér lóðina í kringum Valhöll vantar meiri pening. Já, einmitt. Það er bara staðreind. Ég held að það megi bara segja það. En sko, samlíkingin við skip er að mörguleyti svo góð, því hún er líka klassísk og Grikkirnir voru líka að sjá fyrir sér ræddu stjórnmálin sem þetta sko, við erum á siglingu og við erum með sko einhvern sem heldur stýrið en hann er þar bara því að nýtu trausts fólks tímabundi, hann á ekki þessa stöðu og síðan erum við með hásetana og allir eru svona partur af lýðræðin er að menn eru að ræða hvert eða stefna og menn eru að keppum að komast að stýrinu, komast að stjórninni. Þetta er hinn daglegi veruleiki stjórnmálana. En svo er einn maður borð sem er siglingafræðingur, sem er í rauninni stendur utan við svolítið þetta daglega karp, en hann veit hvert er verið að fara. Það er hugmyndafræðingur flokksins. Í raun og veru, það er hugmyndafræðingur flokksins. Og hvað er það, hann er Solstedt? Ég veit satt sé ekki hver það er í dag sko, en hver sem hann er, þá er ég hræddur það, Gunnar Smári Egilsson, að það sé ekki verið að tala við hann. Ég er hræddur að eins og verið er að stýra þessu skipi og kannski þá öðrum stjórnmálaflokkum, svo við tökum þá vinstri græna aftur og fleiri flokka, þá sé siglingafræðingurum bara búið að íta honum sko til hliðar eitthvað bara onni káetu og læsa hann inni jafnvel og röddin sko sem kemur úr brúnni er ofan frá og niður og það er ekkert lárétt samtal eða ekki, þú veist, það er vissulega eitthvað lárétt samtal en það er bara ekkert hlustað og ef að það er þannig núna að ég sagði eitthvað helgina sem að verður til þess að ég verði kannski ekki rekin úr flokknum þess að ég held að enginn myndi þora reyna að reka mig úr sjálfstæðisflokknum. Þú lagði nú til að forystar myndi fara úr flokknum? Ég lagði það vissulega til eins að ef að menn er ekki ef að menn sko eru ekki að þjóna þeirri vegferð sem að áhöfnin og farþegarnir telja sig vera á, þá er að stíga niður og ég vil bara segja það aftur en ef að sko fólk móðgast eitthvað við það að það sé þó sagt að það sé gagnrýnt eða það sé mynd á það eða þau sé beðin að skoða stefnuna þá er eitthvað ef að menn vil ekki hlusta og allavega kíkja á kompásinn og siglingatækin sko. Við mögum ekki týna okkur í einhverjum hroka hvar svo sem við erum í embættiskerfinu eða innu pólitíska kerfi. En það flokkar hafa oft verið þannig að þó að sé ykkur forysta tímabundið að þá hefur verið í flokkonum svona aðrir, hvað hefur að segja, svona kjarnar sem hafa skapað svona mótvægi og það hefur oft verið í sjálfstæðsflokknum. Hann hefur verið svona hálf klofin eiginlega, Gunnar og Geir og það allt saman og svona menn verið með svona stöðu í flokknum, Albert á sín tíma og ég fylg Sverri Hermannsson og það er svona í öðrum blöðum, öðrum flokkum að þá voru oft ritstjórnir. Þjóðvílands hafði svona stöðu inn í Alþýðubandalaginu og þannig að það voru svona fleiri miðjur. Það var ekki allt píramítar sko. En mann virðist að vera svona undarfærið að þessi flokkar séu meira og minna bara orðnir af píramítum. Já, mér brá svolítið sko að því að talandi hennar gamla sjálfstæðisflokk sko, landsfundirnir eru auðvitað skemmtilegir og allt það púltinn svona meira aðgengileg fyrir Pétur og Pál sko en sko núna eins og síðast þá er þetta er orðið svona rosalega leikstýrt sko, það fari ekki allir upp í pontu veist, þetta er á píramíti ég held að og flokkarnir eru það vafalaust sko en hvert svarið er
ég veit ekki hvert svarið en ég er bara svona að melta þessa atburði þessara helgar. Ég er að melta símtölun sem ég hef fengið, svona, ég vil ekki segja skammirnar, ég hef ekki fengið neinar beinar svona skammir, en svona einhverjar pillur og... Þurftur að gera þetta stemming ykkur? Já. Var þetta nauðsynlegt? Já, svona... Var þetta það sem við þurftum? Já, ég veit ekki... En þú veist eitthvað skjall? Já, mjög margir ánægðir. Ég hef ekki kortlagt að hverju það eru, sko, en það eru kannski einhver blanda af fólki, sko. Mér sýnist að þetta sé blanda af einhverjum svona mönnum sem hafa fundist þeir eru vera pólitískt heimilislausir lengi, óanægum sjálfstæðismönnum, gamaldags krötum, alls konar fólk, sko. Þannig að ég átta mig ekkert á því og ég líka bara að hugsa, þú veist, hvað nenni maður, þú veist, ég var spurður að því, allar að fara ef þeir sko, myndu vilja kalla þeim sem varamann eða ef þau yrðu að kalla þeim sem varamann, sko. Þú ekki, hvað ertu, nú 5 á listanum eða 6? Já, ég er númer 5, sko, þannig að ég er fyrsti varamann fyrir 4. Þannig að allir þessi 4 að vera við hesta heilsu og alltaf á landinu til þess að halda þig frá þingi. Já, þannig að það má eiginlega reikna með að þú sért á þingi kannski 3. úr árinu eða fylg. Það mætti alveg ímynda sér það, sko, en svona miðað við, sko, óvinsældir mínar, sko, að þá hugsa, svona reiknaði með að verði bara sett upp hjartastöðtæki og nóðari í þingflokksherberginu, sko, ef eitthvað gerist þá verður mann bara pumpaðir í gang, sko. Þannig ég þurfi ekki að koma inn, en já, ég meina, ég nefnilega svolítið fyndi, sko, að þó að við vorum að rifja upp, sko, mína æsku hérna áðan, eins og hún var svona mörguleiti bara leiðinleg, sko, að þá var ekki margir sem orða þetta svona, Arnar. Æska mín var leiðileg. Leiðileg. Kannski er ég ósangjart til að segja. Nei, það var kannski ekki leiðilegt. Nei, ég er ekki að byrja að endur, sko. Ég er bara að benda þér á að það er ekki margir sem að horfa aftur og segja þetta. Nei, mér fannst leiðilegt að vera barn. Mér fannst leiðilegt að vera unglingur. Já, ég segi stundum að ég hafi verið leiðilegt barn. Já, en sko, af því að við erum að tala um þetta, sko, þá lenti ég aldrei í raun og veru á allir minni skólagöngu í neinum leiðindum, bara í neinu, aldrei lamin og mér aldrei strítt og aldrei neitt vesen og bara, mér veist, eins og, já, svo merkilt, en það sem er svo þangað til ég er orðin rík fullorðinn maður, sko, og þegar og er eitthvað það var þegar dómarafélagið ætlaði að fara að hafa einhverja skoðan á því hvað ég mátti segja og svona, þá fór alveg hrökka algjörlega þvert ofan í mig og áttaði mig á því að þetta var ekkit sniðugt fyrir mig og síðan síðan uppgötaði ég það að þessi flokkur, sko, sem að ellert í rauninni gekk úr og yfir í svona sósíaldemókratískan Evrópu eða ESB-flokk og fekk alveg ótrúlega leiðindi yfir sig fyrir að gera það. Já, og honum sárnaði það mjög mikið þegar vinir hans til áratuga hætti að tala við hann, sko, af því að hann bara búin að svíkja lit, sko, og ég er síðan í rauninni gengið til liðs við hann að flokk að reyna að vinna í hans anda, að uppgöta það mögulega að þetta er orðin sósíaldemókratískur ESB-flokkur sem að, þú veist, vil hækka skatta, auka eftirlit, þenja út ríkið og færa okkur í smáum skrefum nær áhrifavaldi og undir áhrifavaldi Evrópusambandsins. Þá spyr ég mig hver er í stattur, hvernig ég þarf einhvern veginn að vinna úr þessu og líka standandi frammi fyrir því að verða mögulega, sko, óvinsalisti strákurinn í partíinu þegar ég kem á þingflokksfundin. Enginn vilji tala við mig og enginn alltaf drekka með kaffi og þetta er svona eitthvað sem að ég kann ekki í raun og veru að
sko vinna sko með. Þetta svona staða sem ég þarf að svona hugsa mig væntanlega í gegnum ef til þess kemur að það yrði hringt í mig og sagt þú þarft að koma inn, að þá þarf ég raunverulega að fara í gegnum þessa hugsun sko. Hvernig bregst maður, að ég kann þetta ekki. Hvernig haga maður sér í svona umhverfi, hvernig fer maður í gegnum daginn, hvernig umgengst maður fólk og hvernig vinnur maður sína vinnu sko. En við erum ekki ég held að sé eitt af því sem við erum ekki góði í Íslendingar er að vera með andstæðra skoðunar, okkur hætti til þess að í svona debatti að taka hlutina persónulega. Ef þú ert ekki sammála mér þá verð ég fúll út í þig. Já. Það verður þótt hleypast upp í svoleiðis. Ég held að okkur sem gjarnar að gera það heldur en mörgum öðru þjóðum. Já, af hverju heldur að það sé? Ég veit ekki, akkur þetta er svona í debatti menn alltaf móðgast, þess að þetta sé persónulegt. Það er ekki persónulegt að þú sett ekki með sömu skoðun og ég. Nei, alls ekki. En þú veist, þetta er svona lög sko. Ég getum sagt ysta lagið getur verið eitthvað svona ég í þessari vinnu eða ég með þessa menntun eða ég býð þessu bæjarfélagi og margir hengja sjálfsmyndina þetta og móðgast ef að þú segir eitthvað ljótt bara, ef þú ert kokkur og ég fer að tala illa kokka, skilur. Það er lögfræðingar, þannig að nógu er illa að tala þá. Já, og ég ætti að fara að móðgast ef einhver fer að tala illa þá. En síðan er auðvitað næsta lag fyrir innan það, sko, er þá bara, ertu fjölskyldufaðir, ertu sonur, ertu allt þetta sko, síðan kemur nær og nær svona kjarna og í samtala okkar náðan er ég komin inn á einhver kjarna sem ég er ekki vanur að fara inn á sko, en við ættum í raunin ekki að móðgast fyrir en að það er virkilega farið að höggva í þennan einsta kjarna sko, finnst mér. Þannig að sko við ættum að þjálfa okkur í því og ég held að mögulega vantar okkur Íslendinga meiri þjálfun í því að geta rætt við aðra sem hafa aðra skoðanir á þess að hleypus upp í móðgunum sem þegar móðgunarspilið dreifir fram þá er rökræðin í rauninni lokið. Það er orðið ævar. Ég hef verið svona við þetta rauðaborð að reyna að fá svona debatt og ég er svolítið að komast að því að það er bara færri sem að vilja það. Nú? Já, það er bara Já. Maður finnur eitthvað sem er andstæðra skoðun og segir, nei, ég vil ekki næninga tala við hann. Já, ok. Það því að maður myndi ætla að debatt væri bara, þá er fólk að reyna á rökin sín og eitthvað svona. Þetta er ekkert í alvarlegt í sjálfum sér, þetta er bara ein tegund samræðna að vera í debatti. Herðu, en þegar þú sagðir að lýsa sósíaldemókratum sem eru bara hærri skattar og eitthvað svona, víst að sósíaldemókratarnir myndu lýsa því sem styrking velferðarkerfisins og annað slíkt. Þannig að þegar þú ert að tala sjálfstæðisflokkinn og ég er ekki í sjálfstæðisflokknum og hef aldrei verið og þegar þið eru að tala sjálfstæðisstefnuna þá veldur maður hvað í veröldin er þessi sjálfstæðisstefna því að maður nærði ekki. Gætirðu útskýrt það fyrir mér, hvað er sjálfstæðisstefnan? Já, ég get gert það bara með mínum hætti, sko. Sem er þá þín hugmynd hver hún ætti að vera? Já, að sko, þá myndum maður, það er svona klassíst, sko, að menn leita aftur til þessa tíma 1929 þegar þessi tveir flokkar renna saman, sem eru þessi tveir armar, sem sagt annars vegar frjálslyndi flokkurinn og hins vegar íhaldsflokkurinn. Og þessi tveir flokkar sameinuðust ákveðin kjarna, sem er að standa vörðum frelsi einstaklingsins og þar í því felst þá væntanlega að verja einstaklingin fyrir í óhæfilegum afskiptum og íhlutunum opinbers valds. Ég vil bæta við það að við að verja einstaklingin líka fyrir óhæfilegum afskiptum og íhlutunum stórfyrirtækja. Ég er ekki maður stórkapitalsins og ég tel að stórfyrirtæki sem ná allt og mikilli svona markaðshlutdeild til dæmis og einokunarstöðu getur verið alveg eins hættuleg einstaklingsfrelsinu með alls konar eftirlits og ritskoðuna tilburðum eins og ríkisvaldið. Þannig að viðfangsefnið Þarna er þetta sammála Ellert, þar voru verið ekki mikla áherslu á neytendavernd og annars slíkt sú kynslóð. Já, einmitt. Þannig að sko það er þetta sko dýrmæti einstaklingsins virða þennan göfuga kjarna innra með hverjum og einum manni og þá er ég að tala með hennar kjarna sem við vorum að snerta á hérna áðan sko. Ekki, þú veist, hver þú ert eða hvar þú býrð eða eitthvað svona, bara hver og einn maður er sko göfugur og verðmætur og við að virða hann og við að verja frelsjans til að lifa eins og hann vill lifa
í lengstu lög og síðan auðvitað ef að hins vegar fólk misvirðir reglur samfélagsins þá myndum við vilja auðvitað halda upp í lögum og reglum. Það er svona annar partur af auðvitað sjálfstæðistefnunni. Verja sem sagt halda upp í lögum og verja, það er svona síðan kemur þriði þátturinn sem er raun að verja fullveldi Íslands og náttúruauðlindir Íslands, að við erum þjóð sem höfum alla tíð frá bara landnámi byggt alla okkar afkomu á náttúruauðlindunum og landsins gæði að við viljum... Og sjávar, við þurfum á þeim að halda til þess að geta byggt upp almennilegt samfélag. Algjörlega. Dugar ekki náttúrugæðin hérna á fastlandinu. Og núna þessi hugarorka og svona sköpunarkraftur mannsins að verja þetta og þannig að við sem einstaklingar, og þetta er kjarninn, við sem einstaklingar og við sem þjóð í sameiningu ráðum okkar eigin örlögum og verðum ekki eins og leiksoppar eða eins og einhverja tuskubrúður í vindi sem að bara fjúkum þangað sem að okkur er feikt Við höfum eitthvað örlög okkar segja, við eigum rödd og við eigum samtal. Og það er mikilvæg þáttur í þessu er málfrelsið. Verja frelsi manna til orðs og athafna og þess vegna hef ég líka látið mjög til mín taka á vettvangi málfrelsins í seinni tíð. Frelsi einstaklingsins ég býst við að þú upplifir það sé þrengt að því af ríkisvaldinu, en það er náttúrulega ríkisvald sem að sjálfstæðisflokkurinn er eiginlega höfundurinn af íslenska ríkinu. Þannig að flokkurinn hefur ekki það er ekki eins og sé einhverjir aðrir en sjálfstæðisflokkurinn að rífa frelsið af Íslendingum. Það er bara sjálfstæðisflokkurinn. Ég vil ekki undan þykja sjálfstæðisflokkin því sem hér hefur gerst og svona verið að hugsa þetta líka bara þegar því miður að þessi útþensla ríkisins á Íslandi er ekki bundin við Ísland. Ef við horfum bara á þessi vestrænu ríki að bara, það er ekkit margir áratugur síðan þú gast raunverulega bara siglt til Bretlands og stíð á land og bara engin vegabréf, ekkit vegabréf eftirlit og ekki lögreglu og landamæra eftirlit andandón í hálsmálu á þér. Og hvað viltu? Ertu svona no borders maður? Nei, ég veit ekki, en ég er að segja allt þetta ríkisbákn hefur svo þanist út svo svakalega á síðustu áratugum að við höfum í raun og veru. Þetta er bara eins og í sögunum Frankenstein líku við, ég meina þú ferð að stað með einhverjar hugsjónir og án og veist af er bara skrimslið fara að reyna að stjórna þér. Þannig að þetta er orðin einhver uppvakning. Hvað erum við að tala um? Við erum með heilbrigðiskerfi, þú vilt ekki henda því? Nei, ég veit ekki. Við erum með skólakerfi og svo myndi ég halda áfram og það verður kannski komið með 80% af ríkisvaldinu. En svo er eitthvað eftir sem er það sem að truflar þig, er það afskipti ríkisins af hverju? Já, ég myndi Þú talar frelsi einstaklingsins segjum að þætti þér það vera skerðing á þínu frelsi ef að þér væri bannað að keyra nagladekkjum til þess að ég hefði betri loftgæði. Þetta er nú klassískt vandamál frelsi einstaklingsins. Já, það er frábær spurning. Ég myndi segja ef ég á að svara því bara út frá minni sín, þá myndi ég segja reglur sem er með að því að taka fólk bíla af nöglum eftir ákveðin tíma, þjóna bara margþættum tilgangi, spara gatnaviðgerðir og auka loftgæði og allt þetta og þá er slíka reglur allt í lagi. Ég er ekki einhver svona ofsa maður í þessu eða aðhyllist engar öfgar í þessu tilliti en að því hún nefnir svona menntakerfið og heilbrigðiskerfið þá las ég fyrir nokkrum árum síðan merkilega bók eftir bandarískennar sem heitir Gatto og ég held ég geti fullyrt að Gatto hann var mjög vinsæll kennari og hann var demokrati og hafði unnið í skólum í New York í áratugi en hann segir meðal annars að menntakerfi nútímans er að bregðast börnum og þetta tekur 100 klukkustundir að kenna börnum að reikna og skrifa og þetta tekst íslensku menntakerfi því miður ekki en svo erum við að heyra svona samtöl eins og ég heyrði daginn amma segir 10 ára gamalt barn
veistu hvað pan og amman svona vissi ekki hvað hann að segja og veistu hvað stálp og eitthvað svona og það skólakerfi, við erum búin að búa til skólakerfi sem að eyða dýrmætum tíma í þetta sko en getur ekki í rauninni kennt til dæmis drengjum að lesa, þeir útskrifast ég meina þetta svífurilega há tala, þetta ekki þriðjungur drengja sem getur ekki læs en þú vísa til námskeiða sem að eru kynvitund býst ég við og setja vilja þá var sko hörnunin í lestrakunnáttu komið fram áður sannarlega, en þetta bara vekum að til umhugsunar hvað hefur eigið að verja tímanum í þannig í skólakerfinu og ég held að þetta opinbera skólakerfi sé að mörguleiti bara komið í einhvers konar þrótt þegar að við horfum á tölurnar sko, og ólæsi og PISA kannanirnar og það þarf að stokka þetta upp og ég sem sagt hver á að ráða hvort að við séum sem sagt læs á stafrúfið eða getur maður ekki kallað að vera kynlæs að þekkja nólíku kyn er það ekki jafnt mikilvægt til þess að taka þátt í lýðræði samfélagi og skynja annað fólk? Það er mögulega vissulega einhver þáttur af þessu en bara ekki bara það besta og það sem hefur vald eflt okkur mest í lífinu sennilega er að, ég tala allavega fyrir mig er ég að læra að lesa sko. ég læri að afla mér upplýsinga og get verið þáttakandi í lýðræðislegri umræðu og hvaða er að mörguleiti þá vald hamlandi fyrir ungt fólk að hafa ekki náð nægilega góðum tökum á lestri hafa ekki nægilega svona burði fyrir vikið til þess að geta svo fylgst með mynda sér skoðanir á sjálfstæðan hátt og svona að þetta er svona ég fór bara en af hverju hefur skólakerfið brugðist þessu liti? Er það vegna þess að fólk eru upptekið bara vitlausu hlutu? Þú svolítið þetta því fram? Já, ég held að við þurfum í rauninni að íta burtu öllu þessu svona sem að kannski við getum ekki kallað sem ég geti kallað sko aukaatriði og einbytta okkur að kjarnaatriðum og valdefla þessa krakka okkar sko í þessu sko þau náðu tökum á því sem við getum kallað grundvallar færni bara í lífinu að reikna lesa geta tjáð sig geta sem sagt formúlera hugsun í orð tekið þátt í rökræðum eins og við vorum að tala áðan ég held að partur af því að fólk veigra sig við að koma í rökræðu er að það er bara ekki vant í skólakerfið okkar það er staðreind, bara ég hef verið í skólum í 3 löndum fyrir utan Ísland það sem er mikið lagt upp úr rökræðum og bara svona samtali og bara hlustun við kunnum þetta ekki því miður og ég held líka það er líka annað sem við þurfum að horfast á við varum því á heilbrigðiskerfið okkar það er bara komið að fótum fram og það er tifandi tímasprengja sem að út af sykursýki alls konar stóðkerfisvandamálum, offitu sem er bara fyrirsjánlegt að maður slíka þetta kerfi okkar á næstu árum og við erum að finna einhver svör sem að gera kleift að verja þá sem að sko höllustum fæti standa og þó að ég sé Þá mennur þá ekki þeim sem eru með lífstílssjúkdóma og hafa kallað yfir sig sjálf? Jú, vissulega, en ég held að við megum samt sko minna fólk á það að við berum ábyrgð okkar eigin heilsu og við getum ekki svona, við þurfum að hugsa alveg 2 leiki fram í tíma. En hvað gerir við þann sem kemur til læknisins og hefur er offeitur og fíkill og allt sem að fólk vildi segja sig honum sjálfum að kenna? Hvað ætlar að gera við hann? Segja farið undir brúna og við komum með teppi og kakahandaður en þú farið eitthvað þjónustu? Nei, ég held að bara kannski gott dæmi, gott svar við þessu eða tilraun til að svara sem veri að minna á það að við fórum hér í einhvers konar vitundar og vakningu sem þjóð á reykingum og við náðum frábærum árangri. Það var gert bara með því að vekja fólk til umhugsunar svona skaðsemi reykinga og við náðum að koma þessu niður í það að við áttum bara eitthvað Norðurlandamett eða Evrópumett bara íslenskir unglingar voru náðast hættir reykja sko. Þannig að Hvað kom veip og hérna svona Já, svo kom veip og nikotínpúðarnir og við þurfum að fara aftur í svona samtal sko, segja við fólk að þetta er auðvitað þitt líf, þitt val og bara ef þú heldur áfram að þessu verið braut þá eru afleiðingarnar þessar, bara eitthvað svona samtal sko, ekki það að fara straffa eða pína fólk eða hérna skammtaði mat sko.
Stundum þú maður hlustar á þig að þá ertu eins og sért að horfa á samfélagið sem að breytast og þau líkar ekki við hvernig það að breytast. Það alveg klárt. Já, það bara þannig. Ég ekki maður nostalgíunar. Ég vil ekki skilgreina mig þannig. Ég átta mig á því að samfélagið okkar að breytast og ég sé að það að breytast mjög hratt en ég held að svona út frá anda svona eitthvað svona klassísk íhalds að þá verðum við að nota það besta úr fortíðinni ekki það versta því að það var margt mjög vont í gamla Íslandi þú veist, alls konar fákeppni alls konar miðstýring og slíkt sem að ég vil ekki og einsleitni sem að ég ekki talsmaður fyrir en við verum að færa með okkur arf þess besta inn í framtíðina til að styðja við. Það er ekki að útskýra fyrir sósíalistum, við viljum draga það besta út úr verkalýðsbaráttu 2000-aldarinnar, en það þýðir ekki að við viljum að allir verið út í buxum Nei. Ég held að verkalýðs... Það fara að reykja með börnin í bílnum, það er ekki þannig. Nei, ég held að við báðir, Gunnar, við þurfum þetta er gott samtal okkar á milli því að ég held að báðir þessir pólar eiga til að festast í einhverju nostalgíu. Það er að segja verkalýðshreyfingin gæti séð fyrir sér einhver svona fyrri tíð það sem að dugði að það væri ein fyrirvinna og línurnar voru skarpari eða eins og ASI gerir auglýsir alltaf á gamlástag sögu sína og eiginlega góðu tíðindin enda svona 1970 sér hefur ekkert gerst hjá þeim því að þetta er bara stöðnuð reyfing það er að versta sem getur gerst fyrir svona nostalgíska reyfingar það var eitthvað fólk sem ekki tók þátt í neinna þessu baráttu sem situr við stýrið á bátnum sem alls ekki eitthvað sem að auglýsir hvað forverðar þeirra gerðu löngu áður að þau koma á svið og ætla að sækja umboð sitt til þess að fá að stýra í þessu auglýsingu við erum ekki þar sósíalistar við tölum að það sé okkar hlutverk að endurfæða sósíalismannin í okkar samtíma þannig að það er þessu hugsjón sem að þú verður að endurfæða sem ég býst við að þú myndir vilja halda fram með eitthvað svona íhaldshugsjón að þú verður að endurfæða inn í samtíma. Á hverjum tíma en ég heyri alveg að þau eru út að tala þegar þess að það líki ekki hvernig þróunin er fyrir okkur sósíalistar er engin vandi að útskýra það við getum verið að benda á aukin ójöfnuð minni völd almennings aukin völd örfárra og sömuleyti myndir þú taka undir það í fyrirtækjum og öðru slíku þannig að það er engin vandi fyrir okkur að lýsa því hvað er í hverju hrörnunni felst en mér langar að vita í hverju felst þessi hrörnun sem að þú horfir á og lýst ekki á þróunina og ákveður að kastaður dómarahempinu á sínum tíma og taka þátt í að reyna að breyta því. Hvað er það sem að, er þetta andlegt bara niðurbrot samfélagsins og vöxtur ríkisins og fókusleysi ríkisins sé raunverulega tengt fókusleysi okkar í daglega lífinu eða hvernig horfir á þetta? Já, ég má ég hafa, viltu stuttasvarið að langa svo? Nei, bara eins og vilt. Já, ég hef sagt ég hef einhvern tíma sagt það að ég held að það vera ákveðin svona skurðarpunktur við að reyna að svara þessu þá er ég orðin fullorðin ég er að vinna í háskólaumhverfinu sem ég held að vera svona frjálslynt og svona allar hugmyndi mættu einhvern veginn heyrast og væri svona að degla svona einhvern veginn og skemmtileg ímyndaði ég mér svona skemmtilegt samtal en ég áttaði mig á því að það var alls ekki þannig og það var rosalega einsleitni og svona, ég kallaði þetta monokultúr og það var ákveðið svona ég fór út af teinunum einn daginn og stendi ég við kaffivélina og það kemur samstarfsmaður minn að mér og stendur svona fyrir aftan mig og kaffi er að reyna í bollan og hann fyrir að tala það að við verum bara að stoppa þetta stoppa hvað sé ég bara það þessi maður hann er að tala þetta og hitt og þetta bara við höfum ekki að líða þetta við höfum að stoppa þetta og ég bara klára að horfa á kaffi renni í bollan og ég hugsa ég er ekkit í einhverju endilega liði með þér að fara að segja öðru fólki hvað það má segja og gera og ég ætla ekki að munstra mig borði í þennan bát þannig að þá fór ég svona yfir einhver svona mótþróa gír og segi bara ég ætla ekki að stýra öðru fólki og það er það sem að í rauninni íti mér út úr
út úr þessu þægilega embætti sem ég var í, yfir í það að vera þáttakandi í svona umræðu, að það sem að gerast, og ég vona að flesti séu að átta sig á því, að það er undiralda í samfélaginu sem að reyna að stýra. Þetta svona valdboðs undiralda, þetta svona stjórn, þetta svona, hvert fína orðið yfir það á íslensku, þetta svona valdboðs stjórnmál sem að vilja hafa vit fyrir okkur. Ég sé fyrir mér stjórnmálin þannig að þau vaxi úr grasrótinni og upp og veiti valdhöfunum aðhald, skiptum valdhafa, en að við séum ekki með fólk á toppnum sem veit allt best og ætlar að fara segja okkur litla fávísa fólkinu hvað við megum segja, gera og hvert við megum ferðast og klæða okkur og svo framvegis. Þannig að ég skynja, og ég veit ekki hvort þú getur tekið undir þetta, en ég skynja í fæðingu svona einhvers konar fasisma sem að ég óttast. Og í dag var merkileg kona, Laura Dodsworth. Hún skrifaði bók og gaf út árinu 21 sem heitir A State of Fear. Og Laura á margar alveg frábæra setningar í þessari bók. Ein setningin ég áttaði mig á því þegar koronaveiran brast á. Og við fórum að heyra tilkynninga frá stjórnvöldum hvernig við ættum að hegða okkur, hvar við ættum að halda okkur innan veggja og við ættum að klæðast svona, þá áttaði maður á því, segir Lára, og ég tekið undir þetta, að ég óttast fasisma meira heldur en ég óttast dauðan. Ég óttast svona valdboð stjórnmál meira heldur en ég óttast sjúkdóma. Og mér finnst þetta svona sterk setning og hún talar til mín og ég held að þetta svona súmerið að miklu leyti upp, ég vil leggja mitt að mörkum til þess að standa í vegi fyrir því að þjóðfélagið okkar verði svona einhverju svona fámennistjórn að bráð. Það er að segja einhverju svona sérfræðingastjórn sem að lítur engri valdtemprun, það sem að valddreifingin engin, það sem fákeppni og ég átta mig á því að þetta er margt að breytast í okkar samtíma og við íslenskt samfélag 2023 ef þú bara kæmir hingað í dag og hefur komið hérna síðast 1985 segirðu geipilega breytingu en ég ekki ég vil ekki hverfa aftur 1985 ég held að við erum að fá hérna við verðum auðvitað að halda svona við verðum að viðhalda því besta í íslensku samfélagi, samhjálpinni, velferðarkerfinu, viljum við viðhalda fyrir þá sem að mega sín minnst, en við megum ekki opna hér allar flóðgáttir, við getum ekki haft bæði velferðarkerfi og opin landamæri. Ég held að það hljóta allir að skilja það. Við verðum að hafa einhverja stjórn á okkar landamærum og ég fagna því að við fáum hérna fólk til að starfa og auka okkar samfélag sem vil í rauninni verða góður og gegnir Íslendingar styðja þetta samfélag og ég ímynda mér, kannski er þetta einhver fegruð hugsun mín að margt af þessu fólki er að flýja hingað frá ríkjum þar sem ríkir fátækt og svona harðstjórn að þau hljóti að vilja vera stuðningsmenn okkar í því að byggja hér upp gott samfélag og verja frelsið sem svo dýrmætt. En það sem þú ert að lýsa svona uppbyggingu fasisma innan lýðræðis samfélaga, þetta er bara umræða sem á sér stað víða og verið bent á minni tolerans fyrir bara andófi og fleira og þá er ég ekkert endilega að tala svona menningarstríðið sem það sem fólk fer í svona sikkura fylkinganda sem að stjórnmálamenn oft nýta sér til þess að koma einhverju sinni stefnu þá er þetta svo sviðsett stjórnmál svona einhverju menningarstríð. Það er líka þekkt til dæmis eins og eftir 9/11 á Bandaríkjunum það sem var kannski öflugasta intelligensían á Vesturlöndum sem bara þagnaði
af því að það var ekki boðlegt að gagnrýna ákvarðanir stjórnvalda eftir það að fara í stríð. Þannig að við þekkjum að núna á okkar tímum að ef að þú krefst þess að verði fundið leið til þess að binda enda á stríð í Úkraínu að þá ertu sakaður að vera að taka afstöðu og þannig að við þolum ekki einu sinni í okkar samfélagi að vera með klassískan friðarbóðskap, hann útýst af því hann bara fittar ekki inn í og ég býst við að þeir sem voru með efasemdur ákvarðanir í sambandi við COVID upplifa það sama, það bara það er ekki pláss fyrir neinar efasemdir og við sjáum þetta líka í þróun ríkja eins og við sjáum Tyrkland og Indland svona veikari lýðræðisríki sem eru á hraðleið í því að fara í átt til fasisma, ekki það sem að bírókratarnir stýra heldur kjörnir fulltrúar sem einhvern veginn tekst einhvern veginn í andrum okkar tíma að auka sífellt völd sín. Við upplifum það svolítið hérna með íslensk stjórnvöld að stjórnsýslan líti ekki á að hún sé að þjóna almenningi með upplýsingar. Þetta frekar að láta ráðherrana líta betur út. Við höfum í vandræðum með framsetningu til dæmis húsnæðis- og mannvirkjastofnunar og leigumarkaðum sem eru bara rangar þegar við bara þekkjum leyendur og þetta bara passar ekkert og það er þú kannast við þetta. Þannig að sumuleyti er samfélagið okkar á einhverju leyti eins og við höfum tapað. Ég veit að þú varst að vitna í málfund sem var í gær hjá Málfrelsi, þá talaði hann Viðar Halldórsson líka sem hefur verið að fjalla hinn félagslega galdur sem við mist sjónar á því við trúum bara á svona tæknilega lausnir og þannig við höfum eiginlega mist sjónar af mikilvægi lýðræðisins, mikilvægi deglunar og umræðina sem að þú ert að kvarta yfir að sé ekki lengur í bátnum hjá Sjálfstæðisflokknum og eitthvað svona, þannig að sumuleyti þá erum við að lifa þessa tíma. Og það getur við alveg verið sammála að það er eitthvað svona blær í þessum tímum sem er í þess áttina. En svo þegar við kannski förum að tala issue það sem okkur finnst kreppa að, þá verðum við kannski ósammála hvar við sjáum birtingamyndirnar, það sem eru sárastar. Við gætum, ég sagði stundum við nemendum mína þegar ég var að kenna að við getum verið, við gætum Gunnar verið sammála hvert við viljum fara, hvernig samfélag við sjáum fyrir okkur. En við erum kannski ósammála leiðirnar sem við viljum fara. Nei, ég er ekki sammála þessu. Þú ert ekki sammála? Nei, ég er þessum ósammála hvert við viljum fara. Allavega þegar ég tala við Sjálfstæðismenn, þeir segja þetta oft eins og við séum öll á sömu leiðina og ég segi bara nei, það er ekki rétt í þar. Þú vilt bara búka undir hérna ríku og svona. Þú selum með það ekki að við viljum fara sömu leið. Nei, en við getum rætt það þá bara síðar En ég held eins og að í sambandi við frelsi einstaklingsins að ég held allir svona róttæki sósíalistar í heiminum viti það, þeir eru yfirleitt missa fyrstir málfrelsið þannig að það er okkur lífsnauðsilegt að fá að halda út í samstöðinu og spjallin okkar á þess að Facebook sitja okkur eitthvað hatt eða Google og banna okkur að eiga samtal Ég var svolítið hissa að því hún nefnir COVID-ið að ég mitt velt þessu dálítið fyrir mér að það var eins og þeir sem voru svona hoppuðu helst á vagnin með stjórnvöldum og gengu einna harðast fram í að vilja berja niður svona efasemdir, spurningar, umræðu, gagnrýna umræðu, fannst mér oft vera svona þessir róttæklingar á vinstrivagnum. Er það miskilningur? Ég veit ekki. Ég held að það voru nóga fólki til þess að verja stjórnvöld þannig að við vorum ekki mikið í því. Nei. En hitt þegar hins vegar kom krafan að opna, við verðum að opna og það var augljóst að þetta voru hagsmunir ferðaþjónustundar sem voru drífið áfram og þá voru við svona smelli góm. Það er þetta með því hún nefnir þú voru áttað líka inn í með sósíalista, þeir vilja venda þá sem að veikar standa og þá sem eru veikir fyrir okkur svoleiðis. Þannig að við eigum mjög erfitt þegar menn eru byrjað að tala að þeir sem degi bara sem að muni hvort sem er degja. Þú kannast við að svo umræða var líka í gangi á þessu tíma. Við verum að venda eitthvað sem líf sem að vera ekki þessu virði við getum ekki tekið þátt í því Nei og ekki ég heldur þetta var stór hugmynd í Þriðja ríkinu það er að segja að líf hvernig þetta var eitthvað frasi sem er ekki þú getur ekki ákvörðun líf eitthvað annars að það er ekki þessi virði að þeir eru undirliggjandi sjúkdóma þitt líf er bara ekki þessi virði að við vendum það þú heyrðir þessu umræðu á COVID-tímanum Já, ég held að í vestu útgáfu hefur þetta örugglega heyrst en þetta er náttúrulega ljót hugsun ég meina ég og þú erum ekki að vera að taka ákvörðun það hvort að Pétur og Páll eigi að fá að lifa eða deyja og eða hvort að gamlir eða þroskaheftir eða hvernig sem það er eigi að njóta minni réttinda en aðrir en Þriðja ríkið
að því hún nefnir Tyrkland og svona ríki sem að standa höllum fæti, veik lýðræðisríki, ég held að reyndar mjög mörg af þeim ríkjum sem við töldum að vera traustur lýðræðisríki er að færast yfir í að vera bara afhjúpast sem veik lýðræðisríki og það í mínum huga afhjúpaðist það vel í þessu kófi þar sem að sko í þriðaríkinu var sko stjórnarskráin og lögbundin vernd almennings í rauninni afnumin í krafti undantekningar ástands. Undantekningin gerur okkur kleift sögðir að afnema sko stjórnarskrána, afnema réttaríkið eins og við höfum verið að starfrækja það og afnema bara lýðræði og koma á einhvers konar alræði. En Arnar, að sumuleyti þetta saga stjórnmála síðustu ára og áratuga. Já. Til dæmis í Bandaríkjunum, þau þurfa alltaf að vera í einhverju stríði til þess að auka völd fórstans. Algjörlega, og við finnum það bara núna að ríkisstjórnin eiginlega háði að skilgreina eitthvað neyðarástand til þess að bara byggja upp lögmæti sitt. Ef það ekki COVID, þá það bara verðbólgan eða eitthvað sem alltaf bjarga okkur frá einhverju. Alltaf einhver krísa og eitthvað neyðarástand sem þarf að bregðast við og réttlæti þó alls konar aðgerðir af hálfu ríkisstjórnarina sem að þá bitna meðal annars á launafólki hart og fjölskyldum og fyrirtækjum í þessu landi sko. Þannig að þetta er eitthvað sem að við þurfum að vera með kveikt á perunni með þegar fólk fyrir að segja að þetta eru fordæmalausi tímar eða það er neyðarástand eða eitthvað svona, að segja bara já, en við ætlum samt ekki að henda út gluggan því dýrmætasta sem við eigum sem er bara mannréttindaverndin okkar, borgaralegt frelsi, Réttu verkalýsið til að fara í verkfall. Það var nú talað um það þegar Efling var í verkfalli, að þetta bara bannaði með að fara í verkfall. Já. En það samt það þetta grundvöllum borgarleg samfélags rétturinn til þess að fara í verkfall. Já, og málfrelsið. Málfrelsið. Að allt þetta bara, allt þetta, ég rauninni allt í einu, bara eins og hendi sér veifað, þá stöndum maður frammi fyrir því að þessi fínu orð, líðræði og réttaríki og mannréttindi standa á miklu veikari grunni heldur maður hefði ímyndið sér. Og bara svona sem lítið dæmi. Og ég fagna því að þú sért hérna með samstöðuna. Vegna þess að þetta veiti manni svona ákveðan á vonum það að fjölmiðlar sko veiti hér viðnám og útvarpi röddum sem heyrast annars ekki. Þess að í kófinu urðu fjölmiðlar alveg svakalega meðvirki með stjórnvöldum. Þú heyrist nú í það. Ég veit það ekki. Mér leið á einu, ég held að ég hafi í rauninni, ég var settur í eitthvað svona fjölmiðla pásu held ég eftir að ég fór að tala um ég kom í viðtöl fyrst á Bylgjunni með Tómasi, lækna Tómasi í desember 21 og þegar ég upplýsti Tómas um það að bóluefnin sko verðu ekki fyrir smiti og kem ekki í veg fyrir að fólk yrði veikt að þá höfðu þeir ekki lengur mikinn húma fyrir mér á Bylgjunni. Ég fór ekki þangað í heilt ára eftir, það held að vera rúmlega ár sem ég var ekki boðið. Ég er lögfræðingur sko, ég vissi þetta sem að Tómas vissi ekki og síðan fór ég á Rás 2, þá var ég búin að skrifa bréf út af því að ég var að vara við því að börn yrðu sprauta með þessum mRNA bóluefnum og það þótti mjög ljótt og vafasamt að ég væri að leyfa mér það sko, en staðreyndin er samt svo að börn voru í engri hættu af kórónuveirunni. Það var vitað þegar ég var að skrifa þetta, það var líka vitað þarna desember 21, janúar 22 að það voru alls konar aukaverkanir mögulega bundnar við þessi bóluefni og heilbrigðisráðherra Þýskalands var bara að segja það bara núna fyrir einhverjum fáum dögum að 1 af hverjum 10.000 sem fær þessar sprautur verður fyrir alvarlegum aukaverkunum og hann er að biðjast afsökunar á því að það hafi verið gengið svona hart fram. En hér voru fjölmiðlarnir í mikilli meðvirkni og bara spilu bara rassinn og buxónu vil ég segja, en ég ætla að nefna eitt í viðbót bara til þetta. Og það gerist að fjölmiðlarnir raunverulega verja stefnu stjórnvalda og reyna að búa til sáttum hana í samfélaginu. Það er svona það er eiginlega svona eðli fjölmiðla því miður að það er að gera þetta. Þeir verða bara svona einhvers konar lúður stjórnvald. Já, þú bara getur hlustaði bara vikuna með gíslamertinni. Ég horf aldrei á það. Verða að selja það sátt um samfélagi sem við býrðum. En þú nefnir
9/11 sko En að þú tala um COVID. Já, ég ætla að klára bara. Upplifir það að þú hefur verið sviptur, að þú hefur verið ekki mátt tala, að þú hefur verið sviptur málfrelsiðinu við að vera með, að þú ert ekki að fara fram á það að allir gera eins og þú ert að segja, en þú ert að fara fram á það með að halda fram eins og skoðunum allavega þannig út í þínu horni, en þú férst ekki. Já, sko, ég hefði gaman að ég að ræða einhvern tíma við einhvern starfsmann á Ríkisútvarpinu eða Bylgjunni, bara var einhver listi í gangi sko, við þá sem mátti tala við og mátti ekki tala við. Af því að ég tók eftir því þarna að það var svona eins og ég væri settur svona í einhvers konar á gráan lista sko eftir þessi útvarpsviðtöl sem ég á að lýsa. Ég held að það sé ekki listi sko. Nei, það er þarna, hefur að tala við hann Arnar Þór, hann er eitthvað svo umdildur eitthvað. Ég held að það sé gert þannig sko. Ég veit ekki, ég fikk alltaf Jón Kristjánsson fiskifræðingur sem er með skemmtilegustu viðmælendur sem hægt er að fá í viðtal. Svo frábælega skemmtilegu maður sem hefur gagnrýnt sko stefnu Hafrannsóknastofnunar sem hélt því fram að því að þú ert að vitna í COVID það sem var verið að halda því fram að bóluefni myndi komi í veg fyrir að við myndum síkjast, svo gerði það ekki að þá komi að við myndum verða minna veik og þá komi ljós að það var ekki að það var samt að halda áfram sko, stefnun er ekki breytt þó að það komi fram að hún stendst ekki. Fiskveiðistjórnunin er þannig að það var talað um að við ætlum að byggja fiskistofnun upp í sko 500.000 tonn á tildur skömmum tíma og halda honum þar. Það var aldrei gert sko, við erum bara að hanga í kringu 200.000 tonnin af þorski. Hann hefur gagnrýnt þetta allan tíman og hann segir sko að hann hafi komið síðast í viðtal við Ríkisútvarpið sko einhvern tímann aldamótin. Já, það er bara svoleiðis. Það er eitthvað segir, hefur ekki að tala við Jón Kristjánsson? Nei, ég veit nokkuð. Ok, já, það var kannski engin listi en bara svona, nei, nákvæmlega. Ég segi stundum að það er þetta stjórn Íslandi með smelli góm sko. Já, við hefum að tala við hann Arnari neitt. Já, góð punktur. En líka, ég vil nefna, af því að þú nefnir hérna tvíburaturnana og það sko, að þá náttúrulega var svona augljós dæmi um það fjölmiðlar bara, þú veist, bara það var carpet bombing sko, á vondri íslensku. Það var bara engin andmæli, ein útgáfa, allt bara eftir línunni, hinni opinberu línu. Þannig að þá, þú veist, ég sammálaðir með þetta er svona ákveðin háski sem að við stöndum Magnús Bernarsson sem er sérfræðingur í Miðausturlöndum, hann sagði þetta ágætlega á 20 ára afmælinu. Hann sagði að fyrst töluðu blaðamenn við hérna okkur sem að vorum sérfræðingar á svæðinu, en að því að engin okkar stutti þetta stríð, að þá var bara hægt að tala við okkur. Og þá var bara að tala við þá sem hefði ekkert vita á þessu svæði sko. Frá hans sjónarhóli og ég held að það sé bara rétt í honum. Að endanum er það bara þeir sem að gaspra bara línuna að það er að tala við þá. En að því út að tala um sko fjölmiðlana og sem að ég vil segja ég veit ég úr þú samanlega meina hafi í rauninni brugðist og geti lært margt af því sem að gerst hefur. Ég held að Dansk Dagblað sem er nýbúið að bara beðast afsökunar á framgöngu sinni í þessu tímabili segir við gengum á langt. Eitt rosalega alvarlegt, ég vil segja það ég vona sem flestir heyri þetta og einn mestu vonbrigðin í öllu þessu tímabili er svo staðreynd að lögfræðingar á Íslandi sem að telja sennilega, ég myndi giska á að þeir hljótu vera 1500 í það minnsta. Þeir brugðust algjörlega og þeir hafa með sér félög, dómarafélagið, lögmannafélagið og lögfræðingafélagið. Og ég er að segja þetta við þig, ég hef sagt þetta við kollega mína í þessum félögum og meðal annars formann lögmannafélagsins sem er reynd að sammála mér, að með mestu vonbrigðin og eitt af alvarlegasta sem ég tek út úr þessu er að það hafi verið hægt að afnema hér í rauninni stjórnarskrár varin réttindi, taka stjórnarskránu sambandi af þessu tilefni út af veiru sem var hættulaus fyrir 99% fólks, það þurfti ekki meira til, að þessi félög, þeim tókst það og einhver tíma síðar verður það skrifað að halda þess að ráðstefnu undir merkjum lagadagsins haustið held ég núna 22 á þess að minnast einu orði á það að réttaríkinu var kippt úr sambandi í allan þennan tíma á Íslandi og það er vakandi umræðum þetta í flestum ríkjum í kringum okkur, meðal annars í Noregi en hér bara var engin umræða og menn bara láta þess að þetta hafi ekki gerst, því þetta er svona, kannski er þetta bara eitthvað feimnismál eða eitthvað en ég ætla ekki að rósa sjálfum mér en það voru, fyrir utan mig voru bara eru þeir kannski teljandi fingur annarra handar sem að
voru að hafa orð á þessu og þá hefur fjölmiðlandi kannski mátt svona veit okkur meiri aðgang að svona hljóðnemannum. En Moggin vissulega gerði það. En síðan er þetta varðað einu megin. Já. Þar er fólk sem lagði áherslu á alvarleika COVID og afleiðinga þess. Já. Og það segir eftir að allt var sleppt lausu, bara öllu hætt hérna fyrir svona árið síðan, eða 2 árum. Já. Að þá er ekki talað um það öllu þessi, það dóu náttúrulega allir eftir það. Já. 90% af þeir sem dóu COVID dóu eftir að það var öllu aflétt. Já. Og umfram döðsföllur eru miklu meiri, að það er núna er algjör þöggun í kringum alvarleika sjúkdómsins, þannig að það skiptir ykkur máli hvaða skoðanir við höfum eða hvað við höfum að segja. Ég er að benda á það, að það er ekki pláss fyrir önnur viðhorf í umræðinni. Algjörlega. Þetta er mjög merkilegt. Þannig að fyrst ættum við kannski að fá að berjast fyrir því að hafa umræðuvettvang, svo getum við farið að deila hvor hefur rétt fyrir sér. Já, á ég ekki bara stofna hérna podcast líka, hvað heitir þetta sem þú ert með? Podcast. Já, vídeopodcast. Þá ég ekki bara gera það líka. Enda með því að allir verða sinn fjölmiðlar. Já, henni er það ekki frábært. Pældi því, sko, það var einhver að segja þetta, þegar við erum orðnir sko okkar eigin fjölmiðlar, hvað verður þetta mass media? Þá er ekki til vettvangur hérna á milli okkar, sko. Sem að sumuleyti, ég er gamall blaðamaður, og að sumuleyti finnst mér það gott að massamedian er fallina því að hún er að sumuleyti lígar og þessi mér að segja að hún sé raunverulega að reyna að sætta fólk við ástandi sem það er vegna þess að þetta eru fjölmiðlar hluti af valdinu. Það er bara allir sem hafa unni á fjölmiðlum bara vita það, þú talar ekki um það, þú hefur allt öðruvísi. Ef ég er blaðamaður, ég get hringt í þú og bara spurt, þú veist, hvernig þú hefur, ég var að spurja það áðan sko hluti sem að þú hefur ekki verið að ræða sko, ég get það því ég er blaðamaður, þannig að maður hefur alveg rosalegt völd og, veist, og svona getur gert ýmislegt, en þau eru blind fyrir þessu, en þau eru hluti af valdinu og svona megin tilgangu fjölmiðla er að gera allar bara rólega og ánæða með ástæði sem það er. En innan blaðamennskunar er síðan sko hinn gagnrýni þáttur sem er hluti af henni. En maður með ekki rugla þessu tvennu saman. Því að sá hluti er yfirleitt mjög veikur og lítill þáttur af öllu fjölmiðlumhverfinu. Það var þetta podcast að þú segir að þetta var með podcast. Minnst besta lýsingin á podcasti var að mannstu allir voru að blogga, þá voru allir menn að skrifa skoðanir sínar. En ef þú ert með podcast, þá þarf allir að hlusta á hinn, sko. Þetta er síðað blogg. Já, frábært. En heldur að þetta geti orðið, sko, þá þessi vettvangur, þessa þáttar blaðamennskunar og þessi gagnrýni, getur podcastið tekið þetta hlutverk að sér og skila því? Ekki á sama hátt, en ég held hins vegar að það sé og hafi orðið til vegna þess að ef þú ert með massamedjuna og við tölum bara svona þátt sem við verum með, að þá í grunninn er hann byggður upp að þú þarft að halda athygli 30 ára og 97 ára sem að sitja í sófanum fyrir framan sjónvarpið. Þannig að öll umfjöllunin miðast við það. Þannig að athyglisbanið er mjög lágt. Þú mátt ekki dvelja við neina fréttnema í 2 mínútur eitthvað svoleiðis. Sem að náttúrulega er ekki að draga neitt vit í gegnum svoleiðis umræðu. Þú veist, eins og manstu eftir hrun þegar fólk hafði trú á því það væri hægt að draga einhverja endurskoðun á samfélaginu í gegnum Silfur Egils. Þetta er náttúrulega bara galin hugmynd af því að Silfur Egils er bara sviðsett umræða og verður bara tótali innihaldslaus ef hún endurspeglar ekki eitthvað sem er út úr þá sko öflugri blaðamennsku. Þú þarf New York Times og Washington Post og allt heila galleri á bak við það til þess að geta verið, en við vorum búin að missa það líka. Kosturum við podcastið er það að við erum ekki með 30 til 97 ára. Einu sem eru að horfa á okkur er bara þeir sem hafa áhuga á þínum hugmyndum eða þessu þætti og gefur það okkur meiri tíma og þess vegna getum við talað um hlutina svona meiri dýft heldur en að við getum nokkuð tíma gert í massamedjunni. Það hins vegar gefur sko podcastinu ekki áhrifamáttin sem að massamedjan hafði. Við náum til miklu færri, en við náum til þeirra sem hafa áhuga á og mér hefur alltaf fundist það skemmtilegri blaðamennska sko. Þú sagðir massamedjan hafði heldur að hún sé deyjandi. Já, hún er dáin. Hún er dáin? Já, hún var bara, þetta var efnaðslegar, þetta var eiginlega næstu svona efnaðslega, ég segi ekki tilvílun, en þú veist aldrei hvort var til á undan massamarkaðurinn eða massamedjan, af því að massamarkaður þurfti massamedjuna til að selja alla ískápana og það færði auglýsingatekjur til massamedjunar og hún verður eiginlega
að springa út þegar allir að fara úr verkalýðsstétt upp í millistétt svona 1950, 1960, 1970 þar sem að fólk þarf aðgengi nýja lífi, hvernig hvað það er, lesa, þú veist, menningaumfjöllunina og leiðarana og skoðaninnar í nýjum heimi. Og þetta verður til líka á þeim tíma sem eftir þýsárin þar sem að einkafyrirtæki gátu tekið á þessu samfélagslegt hlutverk. Þannig að ofan á businessnum hékk samfélagslegt hlutverk sem að margir eigendur reynda að sinna. Eins og ég held að sé ekki þetta gagnrýna, þú veist, New York Times náttúrulega var vilhalt ákveðnum skoðunum og svona, en þeir reynda að sinna þessari samfélagslegu þjónustu fyrir sinn hóp sem eru kannski auður í New York búar og saman með Ost og Post og svo getur haldið svona áfram. Ég er ekki viss að ef að þetta myndi gerast aftur í nútíma kapitalisma, eins og við sjáum þegar Facebook rís upp og Twitter og svona, það sem er í eigu einhverja bara kappója, þeir eru ekkert að hugsa sko samfélagslegt hlutverk sitt. Bara ekki neitt. Og það er bara því að sko hugmyndaheimur okkar og samfélagi sem við lifum í núna er allt annað en 1950-1960. Sjálfstæðisflokkurinn, gamli góði sjálfstæðisflokkurinn 1950 og 1960 er bara allt önnur dýrategund heldur sjálfstæðisflokkurinn 2023. Og það er þinn harmur að koma inn í það haldur þetta sé gamli góði sjálfstæðisflokkurinn og ert bara komin í skip og þú veist ekki hvert það er að fara. En ef maður vaknar borðið í skipi, sko, þá vil maður vita, býtu, hvar er ég, hvert erum við að fara? Og þú ert ekki viss í dag? Nei, ég er bara, það er bara hreinskilna svarið er, nei, ég er ekki viss, sko. Ég er ekki viss, en við þurfum að, við getum vonandi bara átt samtala þess að allir verði ofsalega reiðir og svona. Sko. Nei. Það er svolítið þannig í dag, að við skiptum bara í lið og ef þú kastar fram þessum hugmyndum sjálfstæðisflokkinn, þá ert að tala gegnum, þá hefur þú komið móti Bjarna Ben. Já, ég hef ekkert móti Bjarna Ben. Ég meina, Bjarni er bara mjög, hann er mjög margt gott fram að færa, er hæfileikaríkur maður, engin spurning, en ég myndi ekki vilja vera hann og bara með jámenn í kringum mig. Nei. Ég myndi ekkit, þú myndir ekki vilja vera fyrirliði í fótboltaliði og enginn má gagnrýna þig ef þú spilar illa eða. Nei. Allir gefa bara á þig. Já, allir gefa á þig alltaf þó að þú kannski eigir slæman dag, sko. Halda áfram að gefa á þig, sko. Það var sagt körfuboltalið þjóðhagsstofnunar þegar Jón Sigurðsson var þar. Þá var það hírakí þar inni að Jón gaf á engan, hann skaut alltaf bara og fósturinn hann gaf á Jón en engan annan. Þannig virkaði körfuboltalið þjóðhagsstofnunar. Herðu, en þú ert að sigla inn í svona óvissu tíma, þú veist ekki alveg, ég heyri það alveg að þú veist ekki alveg hvað þú gerðir, hvað afleiðingar mann hafa. Nei, ég hef ekki hugmyndu það, sko. Ég er kannski svona hvatvís eða brjálaður eða hvað það er, sko. En það verður bara komið ljós. Ég hef sem sagt, að ég nefndi áðan, sko, pólitísk metnaðarleysi, að ég hef engan metnað í pólitík. Og og ef að þetta eru lokin á mínum pólitíska ferli að þá er það bara allt í lagi, sko. Og ég gæti þá bara með sæmilega góðri samvisku samt sagt að ég hafi nú svona tekið smá rispu og reynt að hafa einhver áhrif og það kemur bara í ljós. En það væri þá að þú varst í akademísku umhverfi sem þið líkaði ekki og fórst. Þú varst dómari og þið líkaði ekki í kröfunar sem gerðu þig og þú fórst. Og nú ertu komin í pólitík og þú ert eiginlega í gættinni, sko, á leiðin út. Hvað segir þetta um þig? Það er frábær spurning, sko. Ég veit ekki, sko, ég er að leita að vettvanginum. Ég er einhvern veginn að leita að staðnum, sko, þar sem að sko, það er hægt að vinna hlutina svona á einhverjum eðlum forsendum, tala frjálst og vera gaggríndur frjálst og og ég get orðað þetta spámaður í Leitafjalli. Kannski, en sko það er svo skrítið, svo fer maður einmitt úr akademiska heiminum og hugsa, ég verð með mínu fólki þegar ég komin aftur í dómstólakerfi, því að ég þekki það allt, sko. Svo kemur ljós bara að það er bara einhver andi sem svífur yfir vötnum sem er svona öðru vísi en ég hafði kynnst honum áður og maður fer yfir í pólitíska kerfið og
pólitískan vettvang til að hafa áhrif og maður átt sig á því þegar maður komin á alþingi að sko það er enginn að biðja það. Það er enginn að biðja þig að hafa einhverja skoðanir eða sko kerfið svona einhvern veginn rennur og svona mjúklega áfram, lögin kom einhvers staðar utan úr bæ eða suðurnan frá Belgíu og þitt hlutverk er bara að vera svona á játakkanum, vera hlýðin, svona þú veist, mátt alveg rífa kjaft stundum en þá þarf að það vera undir ákveðin formerkjum. Og við ykkur aðra en flokksmenn? Já, vissulega, ég kann ekki að spila þennan pólitíska leik og ég vil bara játa það hér að svona það hvernig ég tala skýrist hugsanlega því að ég kann ekki hinn pólitíska leik. Og vilt ekki læra hann? Og vil ekki læra hann. Ég vil ekki læra hann. Þá vil ég frekar sko fara út af þessum vettvangi og finna mér einhvern annan vettvang hver svo sem hann er. Og ég hef heitlast mjög af og það er kannski næsta skref, Gunnar, hjá mér. Að eitt bara sem ég veist algjörlega heitlandi hugmynd, hvort sem mér tekst að raungera hana eða ekki. Það er franski heimspekingurinn og lögfræðingurinn Michel de Montaigne sem að dró sig í rauninni hlé bara frá svona opinberum embættum og hvarf bara inn á sinn vettvang, inn á sitt heimili á besta aldri til þess að skrifa það eina sem hann vissi eitthvað sem var hann sjálfur. Og hann er upphafsmaður dagbókarinnar, eða ritgerðarinnar. Skrifaði ritgerðarsafn á 16. öld og það væri spennandi. Ég geti svo, ég sé þetta í einhverjum hillingum eftir að hafa verið í þessum hasar og umkringdu fólki sem er svona óanægt með mig í vinnunni sko, fólk sem er svona ósamála mér og vill að ég þegi sko, að finnst mér eitthvað svo heillandi að finna mér staði undir sólinn einhvers staðar sem að ég geti bara skrifað bara eitthvað sem að ég tel að skipti máli. En ef þetta væri svona saga án metnaðar sko. Ef þetta væri saga þá væri hún þannig að Arnar fór inn í akademíska heiminn og taldi að hann væri sér góður. Svo fór hann inn í dómaran og hann taldi að þessi fyrir góður. En það var ófriður þar inni. Svo fór hann í stjórnmálin og það var ennþá meina ófriður. Svo fór hann á einhverju strönd og ætlaði að skrifa sjálfa sig. Þá kostar hann því að það var ófriður inn í Arnari. Við litli drengurinn og margir aðrir úlingurinn og fleiri. Og ásækjur. Já, ásækjur. Það er þetta sem þú ætlaðir að gera. Verða feitur á einhverju sólaströnd með kokteil. Kona mín segir þetta við mig sko. Hún segir alltaf þegar ég er að ræða þetta, hún segir bara gleymdu því sko. Þú vilt vera í hasar. Þú verður bara sko horfst í augu við það, segir hún við mig. En hver er vettvangurinn? Ég held allavega ég var fyrir sko, ég er ekki að segja þetta því að ég held að ég sé eitthvað svona frábær. Ég var fyrir vonbrigðum einhvern veginn með andrýmið og svigrúmið inn í akademiska heiminn. Og ég var fyrir vonbrigðum með svona þessa sko þessi andþrengsli inn í embættismannakerfinu það sem að það var sagt við mig að ég ætti að verða sko hlutverkið mitt sem ég vil ekki vera og ég verð fyrir vonbrigðum með í rauninni hinn pólitíska vettvang sem að leyfir ekki og umber ekki að menn vilji hafa svigrúm til að tjá sig og gagnrýna og til þess að rífa kjaft og vera óþægir og einhvern veginn eiga bara að vera svona, maður sér það sko, það er frammi fyrir öllu því sem að gengur á, það er stjórnmál eru lömuð, þau eru bara í lömunar ástand, þau veit ekki hvernig þau að takast á við þetta, það er bara verið einhvern veginn að ýta vandanum frá degi til dags einhvern veginn undan sér. Þau eru ekki að fjalla það hvað svona samfélag við viljum byggja upp. Nei, í raunin ekki. Og svör þeirra eru óralangt frá vilja almennings. Þau get ekki uppfyllt vilja almennings. Almenningur hefur ekki trú á stjórnmálunum. Stærsti hluti Íslendinga hefur ekki trú á stjórnmálunum. Hefur ekki trú á þinginu. Enga trú á þinginu. Og þannig að sömuleitt erum við svona eins og við erum á barmi þess að vera falli lýðræðisríki. Þegar almenningur hefur ekki trú á lýðræðiskerfinu,
það er rosalega háskalur staða. Alveg hræðileg stað og það er raunverulega sko við bara, það er komin slagsíða á þetta skip ef við notum nú þá myndlíkingu einu svona sko og hún er að verða svo alvarlega, maður sér fyrir sér að það, við verðum sokki lýðræðisríki ef ekkert bara gerist sko, ef það verður ekki einhver vakning inn í stjórnmálaflokkunum eða kannski er ekki einu svona hægt að bjarga þessu stjórnmálaflokkum, kannski verður þetta bara að vera einhvers konar grasrótarvakning sko. Þannig að ég svona... Það verður að vera náttúrulega skipulag sko. Við þekkjum dæmi um sögunni þar sem að fólk rís upp og andmæli stjórnmálum og svona. En ef það er ekki eitthvað skipulag til þess að fylgja þeirri baráttu eftir að þá koðnar það bara niður sko. Það eru anstíkilegustu stjórnvöld sem geta staðið af sér svoleiðis uppþótt. En veistu hvað? Á ég segja það eru uppþóttin sko sem að sko kom úr grassrótinni, byltingin sem kemur úr grassrótinni sem að auðvitað þessi stjórnmála elita sem þú kallar svo óttast mest, er það ekki? Jú. Bara að fólkið einn daginn rísi bara upp á afturlappirnar og bara hreinsi þetta út sko. Og þá eru ekki að tala um sko grassrótina út á torgunum, heldur eru bara þannig grassrótin inn í flokkunum sko. Já, það sem að fórusta flokksins óttast mest er salur sem að andmælir. Já. Þess vegna verða landsfundir alltaf meiri sviðsetning sem að þjóna sko fórustunni. Já, einmitt. Það því að raunverulega óttast fórustan í öllum flokkunum bara að opna pólitíska umræðu. Er það ekki? Jú, sem að flokkarnir voru stofnaðir til þess að vera. Sko, ég bara svo glaður. Og þeim er ófært að mæta því að samfélagi breytist og tímandi breytast. Já. Og málið er það að flokkunum er ófært að endurskoða hugmyndir sínar vegna þess að það er búið að drepa í þeim degluna. Nákvæmlega. Og þess vegna er þetta skip þitt orðið svolítið svakalegt, þetta er svo draugaskip. Þetta er svo draugaskip. Og bara seglin eru rifin og möstrin bara orðin skökk og það er stormur framundan. Og það er stormur framundan og við erum ekki á réttri leið og það eru með bara brot, bara brimsker þarna sem við erum að stefna á og þeir hlust ekki og fólk hlustar ekki þegar ég og þú og fleiri erum að kalla bara upp í brúna og þau hlusta bara ekki. Þau eru bara reið eða móðguð. Eða gera skelligóm. Já, hann er bara, en sko, það sem ég ætlaði að nefna og ég vildi segja við þig að ég er ánægður og glaður yfir að hafa komið að þetta, þú ert að hjálpa mér líka að skerpa sýnina á viðfáðsefnið. Þess vegna er hollt að við tölum bara við sem flesta. En sko ég er sammálaður og þetta er góð lýsing hjá þér. Ég held ég vil bæta við þetta að það sem að við mögulega stöndum frammi fyrir er að sko elítan og þá meina ég ósýnilega elítan. Við erum búin að vera að tala um stjórnmála elítuna hérna. Svo erum við með fólki á gólfinu hérna niðri, sko, sem er orðið misreitt og svona. En síðan erum við með eitthvað ósýnilega elitu. Þar getum við verið að tala um alls konar, sko, embættismenn eða jafnvel fulltrúa stórfyrirtækja eða einhverjum sem er að hafa svona ákveðin áhrif. Það sem við kallum auðvaldið. Já, þú getur kallað það. Sem er mikið vald, peningar. Já, þú mátt kalla það auðvaldið og ég geti kallað það bara einhvers konar skrifstofuveldi eða sérfræðingaveldi eða hvað það væri. En þetta er allavega fólki sem er að toga í spottana, sko. Heldur í spottana. Og ég er verið að velta því fyrir mér hvort að við séum mögulega að horfa á stöðu, sko, það sem að það er að verða bylting, sko, ofanfrá. Að það er verið að taka hérna, í staðin fyrir að fólki á gólfinu komi hérna með heikvíslanar, að þá sé ósýnilega fólkið að taka bara flokkana yfir og segja fólki nákvæmlega hvað það má segja og hvað er næst á dagskrárvaldi í rauninni hafi bara tekið yfir. Þetta er það sem að sko sósíalistar lýsa sömu mynd og þú og segja að það er þessi stéttastríð í gangi og sömuleyti hefur verið kæfð niður stéttabarátta almennings en auðstéttin er ekki tætt sko. Hún er bara í landvinningum. Já, en hún skýrur þá fyrir mér eitt. Hvernig stendur á því að í þessu umhverfi sem við blasir við okkur og það sem við sjáum að
völd færast sífellt og auður á hendur færri fyrirtækja og þar að leiðandi væntanlega færri manna að þeir sem að svona mér sýnist klappi mest og hafi verið undirgefnastir þessum stórfyrirtækjum séu sko þitt fólk, séu sko róttæku sósíalistinu sem að heimtuðu að allir tækju við lyfjónum frá lyfjarissunum og allir væru með grímur. Meinar þú eða? Já, ég veit ekki hvað flokkið Hvað kallar þú róttæka sósíalista? Já, svona þetta fólk sko Hallgrímur Helgason, er það róttæku sósíalisti? Já, kannski, ég meina þetta sko, þessum að maður hélt kannski að væru svona stjórnleysingjar eða málsvarar svona frelsis og valdeflingar sko hinna vinnandi stjætta einhvern veginn bara vildu fara að berja allt niður og klöppuðu fyrir ritskoðun Facebook, klöppuðu fyrir Twitter. Ekki við sósíalistanir sko, bara þetta á móti. Þú vilt ekki meina það? Nei. Að þetta blasti þannig við mér sko. Já, það kannski, ertu svo langt frá hægri þú eru orðið til vinstri að það voru bara, það svo margir áður að kemur að mér sko, ég aftast og vinka en þú ert að tala um eitthvað fólk sem það mill okkar sko. Mögulega sko, ég bara var að reyna að kortleggja þetta, af hverju allir klappandi gagnrýnin sem að þú ert að tala minkandi málfrelsi og tjáningafrelsi, hún kemur bæði frá vinstri og hægri sko. Já. En þar á bakvið einhver svona... Ég held að sé í þessu félagi ykkar málfrelsinu eru gamli félagar úr alþýðufylkingunni. Ég er mikil óskup sko, það er svolítið fallegt sko. Með ykkur, eða ekki? Jú, það er mjög fallegt hann að saminast sko. Gagnrýnin á þetta hefur komið mikið frá vinstri sko. Já, en nota bene. Vinstri á Íslandi er bara svo veikt, vegna þess að eins og Ögmundur segir, það er bara engin vinstri maður á þingi. Nei, en ég það nú reyndar, ég vil bæta því við, ég er farin að spurja mig, býtu, er einhver hægri maður á alþingi Íslandi? Herðu, en ok sko já það er eitthvað fallegt við þetta málfrelsisfélag sko, að þar saminast fólk sko úr ýmsum áttum sko, úr öllu litrófi stjórnmálana en það sem ég vekur eftirtekt mína er að sko að þú talar um að það séu fulltrúar sko alþýðu fylkingarinnar menn sem að maður þekki bara úr því starfi. En er þetta vinstri menn af gamla skólan sem muna... Þetta róttæki sósíalistar. Já, en sko ég sé ekki yngri sósíalistar sé ég hvergi mæla málfrelsinu bót. Hefur orðið eitthvað svona rof í ykkar röðum, hefur það glemst eitthvað? Sko málfrelsi hefur gefið eftir. Já. Það er meiri svona miðstýring umræðunar, það er náttúrulega líka bara með fækkun fjölmiðla og allt annað slíkt sem það er í gangi sko. Já. Það er þannig. Já. En ég veit ekki hvort að setja vísa til svona menningastrýð sem er kannski meira ábyrgandi í Bandaríkjunum og svona, það sem er að sumir þetta kynslóðastríð. Það sem er svona yngra fólk sem er í deilu við ykkur, við aldra kallana. Já, ég veit. Og þá snýst það oft um það að gagnrýni ykkar þau upplifa þannig að þeir séu að venda ástand sem að var, sem að þau vilja breyta. Þeir að venda röddina sem að þið höfðuð, yfirgnæfandi rödd og gott að talaði yfir allt. Okay. Og þið upplifið að það sem verið svift ykkur þeirri rödd, þeirra aðri fá rödd. Okay. Og stundum velti maður fyrir sér þegar þú ert að tala um að einfalda skólan og kenna bara það sem að var áðurkennt, hvort það sé hluti af þessum átökum séu einmitt þannig að þið, að því að þú sér að við að þið upplifið að það sé verið að taka af ykkur vald sem að þið höfðu áður til þess að geta úrskurðað hvað er satt og hvað er rétt. Svo kemur allir og segir það er bara ólík sjónarmið, þú eru bara að setja við það. Það er bara mikilvægt að fólk sé kynlæst heldur að fólk sé læst á þarfið, segir ykkur. Já, ég myndi að vísa ekki tala ég held að það er það ekki eitthvað sem við lærum bara, er ekki bara börnin okkar kynlæst bara strax, þurfum að læra það í skólan, ég er ekki viss. En ég vil segja eitt sko við þig, að sko, ég er ekki, þetta er allavega bara fínn punktur sko, ég vil ekki þetta, það getur vel verið að sé einhver sannleikskjarn í því að sé einhver svona menn sjáu eftir einhverjum í gamla heiminum, ég er ekki vissum að ég geri það, en ég vil segja bara
sko, ef ég og þú reynum að fjarlægast þessa nostalgíu og hugsa hvað viljum við, að sko viljum við ekki bara sko valdeflaði mitt sko einstaklingana og alla, að allir helst hafi rödd, að allir finni hæfileikum sínum svona orku sinni viðnám, ná að blómstra, fólk sé ekki bara niður í fátækt, akkurat, þannig að það svifti það tækifærum og börnunum þeirra tækifærum. Nákvæmlega, ég meina ég held að við séum sammála svo margt í þessu, við verum ekkert að en síðan, en ég held að við séum að partur af þessu vandamáli þessari ógn sem við sjáum þarna, valdbóð stjórnmálana, þessu óveðurskýðum og storm sem við sjáum að við erum mögulega að sigla inn í það að fólk sko svo upplifið sig svo hvert orðið, svo valdalaust, svo áhrifalaust. Stjórnmálaflokkarnir orðnir að einhverju stofnunum, fjölmiðlarnir hleyp ekki hverjum sem að. Minni færri ákvarðanir teknar á henni lýðræðslega grunni. Þú upplifir að kannski sé tekið einhverjum sérfræðingum. Ég upplifir að það sé tekið á markanum sem er ekki eins og lýðræðsvettlangurinn, það sem að hver maður er eitt atkvæði, það er hver króna eitt atkvæði og hinn ríkustur á það mestu. Þannig það er búið að taka völd frá almenningi. Ég held að það sé bara óumdeilt. Og það er síðan kannski ólíkt við skilgreinum óvinnin á ólíkum hætti. Og svo er það eitt sem að, því ég er að tala um miðaldra kallana, segjum þetta sé vald í umræðinni, segjum þetta sé vald í umræðinni. Og við miðaldra kallanir höfðu mikið vald og okkar sjónamið voru ríkjandi og kannski sérstaklega þín, svona kemur frá hægrinu. Til þess að auka völd annara hópa, þá verða þín völd að minka. En því að það er bara 100% vald í boði. Þetta er ekki þannig eins og það bara aukist vald allra. Þannig að sko tækifæri sem að þú hefur til þess að tala yfir eitthvað eða vitna í því að þetta hafi verið svona, eigi vera svona bla bla, þau bara minka blessunarlega á hverju minnsta degi. Ég held að það sé kannski stærsti munurinn á vinstrinu og hægrinu, að við lítum ekki á krakkana sem ógn, heldur viljum við deila valdinu í umræðinu með þeim, en við lítum á auðvaldi sem ógn. Ég lít á kannski skrifræðið, ég lít á sem ógn og ég lít á allt þetta fólk sem að telur sig að vita betur en ég og þú og vill stýra okkur frá deitas. Ég er alveg til að vera með þér í þeirri baráttu. Ég vil líka endurskoða ríkisvaldið. Mér finnst alveg fárán þegar vinstri menn hlaupa alltaf í vörð fyrir ríkisvaldið. Mér finnst alveg sjálfsagt að skoða, við ættum að taka í svona 5% af öllu ríkisvaldinu og velta fyrir okkur byrjuðu þurfum við á þess að halda og svona, þannig að á 20 ára fresti myndum við fara bara í gegnum ríkið, bara láma að skrafa. Það er fárán þegar allir hlaupa í vörð fyrir hvað sem er. Og minnst það bara sorg vinstrisins að hægrið eigi eitt gagnrýni á ríkisvaldið. Ég meina, hefur fólk ekki búið í þessu ríkisvaldi? Það er ekki svo að ríkisvaldi sé gott. Heilbrigðiskerfið er ekki gott fyrir okkur. Menntakerfið er ekki gott fyrir okkur. RÚV er ekki gott fyrir okkur. Akkur ættum við þá að verja þetta þegar við vinstrimenn. Þetta er bara eitthvað svona, og svo er þetta allt kerfi sem að þið byggðu upp, hægrið, sjálfstæðarflokkurinn, meira og minna sköpunarverk sjálfstæðarflokkurins. Ég er búin að missa, ég er eiginlega búin að missa trúna á þetta kerfi, sko. Ég er ekki viss að kerfið og stofnarinn að þjóna okkur, sko, lengur. Þú ert byltingamæður. Ég er kannski að verða einhvers konar byltingamæður. Ég held bara að svarið, ég á ekkert patent svar, en ég vil bara hvetja fólk til þess að svona taka þátt í félagsstarfi, vera virt í samfélaginu, ekki vera laufblað í stórfljótinu, sko, heldur reyna að vera bara fiskur sem syndir þangað sem hann ætlar að fara og umbera ólík sjónamið, sérvisku fólks. Við þurfum að búa við í staðinn fyrir að vera að reyna að flytja þetta svona út og heimta allir tali einni röddu, við erum að frekar ít undir
sérvisku og einhver svona förðuleg heit sko. Æf okkur í því að umgangast fólk sem ólíkt okkur. Já. Það svona push-up eins og verið rektinni í félagsþorska. Já. Einhver sagði það að þú ert að horfa í kringu þú á fundi sem ert, ef þú þekkir fleiri 15% þá ert að vitlaus fundi. Já. Þú ert að vera eitthvað þessum með innan sko, fólk sem þú hefur ekki séð áður og þekkir ekki. Já, góður. Og ég tek undir þess að segja með að hvetja fólk til félagsstarfs. Ég held að segjum hún sért leigjandi sem ert leigan að grafa undan efnahagslegu bara sjálfstæðinu. Að þetta besta sem getur gert að taka þátt í leigjendasamtökunum, taka þátt í félögum þínum í því að laga þetta og það að fara rök fyrir því að leigjendasamtökin til dæmis eftir að þau voru endurreist að þá hafa sko þrívegis verið hækkaðar leigubætur þó svo það hafi ekki verið krafa leigjendasamtakana heldur að þau voru með aðra kröfur en það var samt gert. Það hafði verið 3,5 ára undan óhreyfðar, óverðtryggðar. Þannig að bara svo barátta hefur skilað svona 1,8 milljarði til leigjenda. Þessi barátta sem bara ávið það sem að verkalýðsfélögin að skila og það sem gerist líka að þú ferð og þú hittir annað fólk sem í sömu stuð og þú áttarið á því að þín stað ekki endilega persónulegt sko skipspróf þitt eða veikleiki þinn heldur þú að vera orðið fyrir einhverju samfélagslegu ástandi eins og annað fólk og þú getur tekið þátt í baráttu og tengst öðru fólki, þú getur séð sigra og töp annars fólk og þú tengist í samfélagi og það bara ekki til betri sjálfstyrking heldur en að fara og berjast með fólki fyrir bættu lífi. Já, ég get tekið undir þetta. Ég vil bara segja í anda þess sem þú sagðir áðan sko með strúktúrin. Að við viljum kannski ekki að samfélagi leysist upp í klíkustríð. Milli sko leigu sala og leigjenda og milli kvenna og kalla og allt þetta og við þurfum strúktúr og þar við verðum einhvern veginn að mögulega endur hugsa eða endur nýja sko þennan vettvang þannig að við getum sko kallað gott fólk til sko starfa á þinginu. Ég held að við verðum að gera betur þar sko. Herðu, þú ert á tímamótum í þínum pólitíska ferli. Já, engin spurning, en það er engin eftirsjá. Ég vil bara, ef honum er lokið, þá er ég alveg sáttur sko. Þú komst hingað þar sem að þú veist það ekki og engin veit það. Nei. En ég ætlaði að þakka fyrir að koma á þessum tímamótum. Það er búið að vera mjög áhugavert að tala við þig. Gaman að koma. Já, og þú hefur gefið mér og ég veit að þeir sem að hlustuðu innsýn inn í það að vera þú ert í svona ákveðnu róti. Já, alltaf í róti. Herðu, gangið bara vel. Sömuleiðis. Takk fyrir. Ég þakka Arnari Þór og ég þakka ykkur fyrir að staldra við og hlusta á samtalið okkar hérna í helgispjalli við Rauðaborðið. Rauðaborðið verður næst á mánudagskvöldið klukkan 8. Góða helgi. Er rétt að greiða lágmarkslaun fyrir hámarksábyrgð? Til að manna mikilvægustu störfin þarf mannsæmandi laun. Efling stéttarfélag. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Þú getur átt samstöðina ásamt öðrum félögum í Alþýðufélaginu. Þú getur gengið í Alþýðufélagið á samstöðin.is. Þar er hnappur sem segir skráning. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir alla þá sem vilja berjast fyrir réttlátu húsnæðiskerfi. Leigjendasamtökin.is